FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, Dynout og Loop Zero. 13. febrúar og FM 95 Blöður hafi göngu sína á, bara björtum og fínum föstudegi, fullu bátur hérna hjá okkur drengjónum. Þannig að það eru 3 í gír, Rauðum Blöndal heiti ég, sitt í mínu sæti og beint á móti með sitt þér Egill og Steindi og ég er nokkuð íkjað það drengir, ekki 3 í gír? Jú, ekki? Jú. Það er rétt að vona, við vorum allavega í gír á þann, ég vona það hef ekki breyst. Nei, það er alveg gír og þú veist, það er föstudagur, það er sól á Þróttarmerkinu, ég hef ekki séð. Það er búið að vera ógeðslega kalt, það er í morgun. Ég hef ekki séð það lengi, sko. Nei, byrtan er farin að hanga eins. Gætir og kallað í einhvern liði, ég veit ekki. Já, ég var að rifja upp gamla góða liði. Sem tekjur Þróttarmerkinu? Já, ég veist. Gætur þetta að bíða með það? Það var eitthvað koncept svona hvernig helgin væri og... Já, það var eitthvað liður hérna. Vinsælt á sínum tíma. Það var skrúað heldur hessilega fyrir það. Það var skrúað fyrir þann lið. Já, ef að fara að öskra eftir sumum bara hvernig veðrið yrði og hvort að menn verður graðir eða ekki, þá var ég ekkert hissa á, þú veist, kannski aðeins að skoða þann lið. Þetta var sérstakur liður. Já, það var mjög sérstakur. Ég labbaði upp í bíl í morgunmaður og sá -14. Hvað er að gera þetta? Sko, þetta var akkurat á -14 og þetta var þegar ég fór með strákan í morgun hérna í skólan. Þetta var bara svona vondkalt, bara svona í gegnum úlp og peysu viðbjöður. Illt í puttana, ertu heldur þú sett komið gikt? Akkurat. Nei, nú er ég ekki að djóka. Ert þú ákveður skrýttum stað núna Steindi? Hvað meinar þú? Spurðum áðan hvort að Bon Jovi er alltaf búin að vera bara eitthvað djók eða... Nei, ég sagði ekki það skrýtnasta spurning sem ég fengi. Nei, nú ertu að miskila. Ég sagði það ekki. Ég bakkaði Bon Jovi þar. Nei, ég spurði það ekki. Sagði það væri Þú trú. sagðir, já, hefur hann ekki alltaf verið svona nettu trúð? Nei, ég spurði. Gaurinn var að fylla Matti svona Square Garden 10 sinnum núna í sumar, sko. Nei, hann fekk lúnaþembu einu sinni, sko. Það er svona að vera að reyna að æsa króksarinn upp að Steindi þarna. Þetta er skrýtnasta spurning sem ég fengi. Ég sagði við því, það eru margir tónlistamenn í heiminum sem eru geggjaði tónlistamenn. Fattur þú? Frábæri tónlistamenn. Bon Jovi er einn af þeim. Já, algjörlega. Og þinn maður. En ég er að segja ekki bara minn maður, hann bara núna, hann ákvað hendi tónleika í sumar og hann fyllti Matti svo Square Garden 10 sinnum. Já, ég veit það. Ég er ekkert að gera lítið úr honum. Hann er bara frábær maður. Þú varst að gera lítið úr honum rétt á hann og ég hef sagt á lífa og þú varst að gera lítið úr honum. Nei, sumir finnst þér hrós að kalla tónlistamenn trúða? Nei, sumir tónlistamenn. Kallar hann trúð? Nei, kallar ekki eitthvað annað. Kallar ekki trúð. Nei, ég sagði, sumir tónlistamenn hafa aldrei fengið kannski þá virðingu sem eiga í rauninni skili. Og ég var að spyrja, hefur hann verið álitinn sem einhvern tímann af svona samstarfsmönnum sínum? Nei, alls það ekki. getur verið, við vitum það ekki. Nei, við erum bara Bon Jovi er alveg legend. Kannski fólk í bransanum sem talar hann eins og algjöran trú. Það er það. Þetta er þessi lög, sko. Það er virkar, það er pottitt einhverju tónlistamenn sem eru ekki að mikið spilaðar og hann sem að kalla hann trúð og vilja meina hans í commercial og því að hann er að fylla stadium út allan heim. Það getur vel verið þenn. Það var nú ekki dýpra það. Ég var bara no hate. Þú varst að velta steinum. Hver er hérna í alvöru gýr í limmum oft frá New York til Atlantic City að blasta? Þá er Bon Jovi í gangi. Hann er frá New Jersey. Serðu Juni fílu þá? Nei, syngur hæst. Já. Við erum Jersey Boys. Já, við erum Jersey Boys. En drengir, það er með giktina. Já, ég vonið sér ekki með gikt. Þú varst að spyrja hvað þetta blöð væri með gikt. Ég var ekkert að grínast. Ég held að það bara verið kallt. Nei, af því að þér er oft svo kallt. Nei, hann er bara pussi í kulda. Það er ekkert eitthvað meira baku það. Hann er bara aumingi, hann er ekki gikt. Það er stingi. Það er þetta, það gerast allt rætt hérna. Það er alltaf náttúrulega aumingi. Nei, þú ert engin Bon Jovi trúður. Ég var ekki gýrin á, hann er engin trúður. Þú ert engin aumingi. Þú ert bara maður með gikt. Þú er alveg byrjun á þættunum sem ég langaði. Nei, ég veit það, en ég er að segja bara því að ef þú ert í kulda og þér er kalt. Ég er kuldaskræfa. Já, en ef þú ert farin að fá illt, þú var illt í puttana, þá ertu með gikt. Ég tók nú bara svona til orða að þetta var Ég fann þetta í gegnum úlpun og peysun. Ég er ekki með gikt í magan þar sem ég fann þetta. Það er engin skömm í því að vera með vefjagikt, sko. Nei, ég heldur sér ekki með hana. En það er alvöru kuldi. Já, -13 í morgun. Já, skánar alltaf aðeins með deginu menn. Já. Hvað er þetta orðið eitthvað veður þáttur? Spáðum við mikið í þessu veður? Við ræðum þetta alltaf í byrjun. Ég spáði mikið í veðurinu, sko. Ég er farin að fara í sunshine út af því ég elskar gott þið náum mér alltaf í þetta af því að ég spái ekkert í veðurinu. Ég hef aldrei eitthvað spáð eitthvað, er rigning á morgun eða er rok á morgun? Ég vakna bara og fer út. Hjöppi sat eins og í þínu sæti og lét Egil heyra það fyrir að ræða veðrið og spurði hvað varð sex, drugs and rock'n'roll í þessum þætti, sko. Ég er mikill veðuráhugamaður þetta, sko. Ok, Egil, má ég spyrja þig, ertu að spáði að vera eitthvað úti í dag?
Það alls ekki. Ertu alltaf út á morgun, sko. eða hinn? Ég hleyp út í bíl, sko. Já, þú ert aldrei út. Ég held ég út í dag, í mestalagi, svona combined, þetta bara sekundan sem tekum að hlaupa út og hurðin út í bíl, sem kannski bara 5-6-7 sekundur. Þú ert aldrei úti. Ég er út í mestalagi alveg max mínútu. Hverju skiptir á máli? Þetta er ógeðslega mínúta. Þetta er annað en í gamla dagar, þú varst að rölda á milli staða því að það var helgi, sko. Þá gat þetta bitið maður. Og af hverju viltu líka búa? Rann af manni bara að rölda upp. En af hverju myndir þú vilja búa á Tenerife og ert aldrei úti? Þá er ég úti, því að það er sunshine, ég er ekki að hanga út í 14, sko. Það verður netar vantalega fyrir tölvuna þeirra. Já, það er 5G á tenni. Já, saman netast það. Það er komin einhver jarðskjálftar undir El-Tæti á tenni. 300-400 skjálftar í gæðir, sko, svona einhver óróið þar, sko. Það er sko eða kviknar í þessar eyju, ég brjálast. Þegar ég er búin að alltaf fara það hverju ári núna, í janúar. Það er eiginlega í janúar fyrir þér. Í rauninu bara öllum Íslandi. En er ekki líka, sko, ef þú lendir í eldgósi þarna hún heitir Tiny Eyja, sko, ég held að alveg abaskildur. Það var mynd sem að okkar besti maður eða voru þetta þættinni, var þetta ekki bíómynd sem Ólaður Darri leiki, þá var eitthvað það var hérna var það ekki eldgós? Jó, ég horfði á þess að þetta, sko var það þarna á tenni eða? Já, var það einstæði kring en sko, ef það er eldgós þarna, er hægt að koma öllum af þessar eyju eða? Já, veistu, náttúrulega nú er Steindon og ég stup ég er bara að spá í hvort það er sniðugt á að vera að skoða eitthvað tenniferðir hérna fyrir já, þetta gís ekkert svo oft, þetta er búið að gjósta 6 sinnum á sítu 600 árum en ég held að það vilji helst ekki vera þannig að það er gís, sko 6 sinnum á síðustu 600 árum mér hefst það nú samt það eru einu svona 100 ára fresti og það er að regna þetta, sko ég er að segja það er nú ekkert eitthvað eins og það sé alveg hefi sjaldan þreytt að vera samt á Skybar með Abel Spritz og akkurat í 7. skiptið á 600 árum gís, sko. Já, þú sérst akkurat sjálfur En þetta gís alveg potið í þinni tíð Já, en við vonum að það endi vel því að þetta er frábær eyja. Já, það er náttúrulega bara engin staður í Íslandi engin staður sem Íslandi fara jafn mikið á. Þetta var alltaf Mallorca í Galanda, nú er þetta bara tenni. Já, Mallorca í janúar er bara ekki nú heitt þar, sko. Nei, en svo er þetta að taka sólana og þetta sólið tekur alltaf bara hinum með við sem að afmæliðans nafna var Kanari Sólið fer bara til Kanari er drullu næ, sko. Já, ég fílaði þetta. Ég prófaði fyrst skiptið þannig að fórum til hjá einu enni. Það er 1 enn er 5 cm hærri núna en fyrir dag. Hann er að hlusta, hann var að fá aðra, hann er sem sagt búin að fá nýja mjöð, hann var búin að fá eina mjöð, hann var að fá aðra. Já. Hann er búin að stækka hvað, 5 cm? Það var 1,82. Já, hann var 1,87. 1,87 eftir að fór í mjöð, ég ætli í mjöðmaskipti. Eina sem hann er frá. Ég og blöð verðum að fara. Já, þú veist, 5 auka centimetrar. Og 2 nýja mjöð, eina sem hann er frá að gera nú bara næstu mánuð er að tróða og ríða. Hann er bara að telja mjöðnir og búin að stækka 5 cm. Ég hef aldrei heyrt hann aðeins. Við meðum ekki segja þetta feskum auðun okkar. Jó, ég veist það hann verður kannski einn af þeim fáið sem að treyður alltaf þegar allir er farnir heim. Hann var alltaf svona málúði, skilur þú, og bara, við skoðum auðum einu og niður. Hann er að tell you the nerds. Núna orðið hann eitthvað eðla hávaxinn og huggulegur og hvað er að gera þetta? Þannig að ég er að spá, getur við farið í svona mjöðmaskipti? Sko, hann er núna bara með húpa búpa og lappi sinni í gleri, sko. Hann er með vindi í bakið, sko. Það er mjög erfitt að hægja sig núna. Það getur alltaf hægt sér. Akkur er þetta að segja þetta í hér? Hann segir þetta bara við okkur. Hann er til að ræða þetta alveg. Hann er alls ekki til að ræða þetta. Hann er ekki til að ræða þetta. Hann er bara inn á spítala að hlusta. Veistu hvað, mikið af fólki sem er farið í mjöðmaskipti sem er að hlusta. Það er erfitt að hægja sér eftir mjöðmaskipti. Þetta var alltaf ekki njúsflæð, sko. Nei, jú. Þetta sé bara allt mjög erfitt eftir mjöðmaskipti. Alveg saman hvað þið er. Ég held að það sé bara erfitt að það verður ekki erfitt að hann er alltaf 1,87 grenjandur hlátur. Ég er enda vissið þetta ekki. Nei, þetta er stór hluti sem þetta fólki sem að fyrir okkur í janúar næsta. Já, en ég get lofa því hann vil ekki á sérst að tala klóseferðina, sko. Það þurfa allir að hægja sér stendur. Þetta er ekki viðkvæmt. Þetta er ekki fyrir þessu, má ekki kalla á þetta að hægja það og brjála. Já, þetta er eitthvað tabú hjá Steindon. Þetta er ekki, ég er að segja, þú veist, hann er bara, ég þekki minn mann, hann vill ekki að við sem að tala um þetta. En, sko, blöð, ég er búin að fá núna, ég er ekki að tjókið þér, það er lið að senda rosalega mikið á mig. Með hvað? Með það að þú hafi jinxað 5 leikja win hjá Man U núna. Hæ? Nei, ég gerði jafntefli 1-1. Hvernig var blöðarna því? Hvernig var ég að jinxa það? Þetta var það að ég mætti ekki fara Old Trafford. Og það er sko mikið high kick á London. Það er sko, hérna. Já, ég er fólk að senda á þeim það. Það er einhver gæi búin að safna hári
Já, hann að gera alla United stuðningsmenn bíla. Hann að býða eftir 5. leik. Ef var eitthvað sem búin að sigsa þetta, þá var það hann. Og ég fekk sendt svo mikið að þú hafi skemmt fyrir þessum herramanni að hann hafi komist í klippingu. Já, þá er ég ánæður. Ég er vel þreyttur á þeim dreng. Það er bara, en sko, það er eitt í þessu, ég fatt að ég fór í away-stúkuna með United stuðningsmennum. Það er eitthvað fyrir mig. Þá er ég ekki veikastur í stúkunni. Nei, þetta er allt ruglaði. Já, þetta er bara kolbila lið. Og ég fann bara hvað ég dyrka þetta lið maður að vera að það með. Away-stúkan, er hún alltaf æstari? Já, það er bara sungið allan tíman og kolvittlösa stundum. Það er bara þegar liðið er að mæta annað. Það er bara 2400 mann sem geta verið þar á 60 eitthvað þúsund. Já, hún þarf að vera með læti til að breyk bara. Já, bara þarna eru hörðustu stuðningsmenn United. Það er ekki með rækju samlokuna hana. Nei, og það er algjör veisla ef það er einhver sem á að tjekka á því að vera í veistúkunni. Mæli með henni, herri, já, líka fyrst er nú að ræða smá London. Ég sjátt á þetta Autopark. Það var alvöru þjónustu þar, autopark.is. Voru þeir að bóna hann? Já, ég vissi ekki eins og þið myndi bóna bílinn. Lestu bónaði bílinn eða? Ég lét ekki bóna á mér bílinn, en lét bóna bílinn minn. Autopark er ekki að bjóða upp á þessa þjónustu sem þú ert að tala um, sko. Þeir gera allt fyrir þig nema það. Það varst ekki í blökastinu? Jú, þú lést bónaði bílinn. Lína, láta bóna á sig bílinn. Þannig að Autopark er komið, það er Já, ég held að myndi bara leggja bílum. Hann kom bara til bónar. Algjör veislan. Maður þarf að testa það. Já, en drengi, það er Valentínusardagur á morgun og þátturinn, hann er svolítið undirlagður því. Við erum nú pottið drætt þetta áður síðust ár, en við erum ekkert miklu Valentínusarmenni það. Eru þið með eitthvað plana sérstaklega? Nei. Já, ég er búinn að læna upp þetta svo. Nú er það? Já, það er bara Ég er alltaf rómantískur. Já, ég er rómantískur. Hvað kemur svolítið aftan að Hvað ætlar að vaka til 10? Ég er að fara í böðin. Skellir mér í böð. Þú varst í böðum daginn? Já, þá fór ég í Laugarásarlagún. Skellar í böðin. Það er bara það sem Svo fór ég í Skælagún líka fyrir stutt síðan. Ég held að blöð væri að tala um það. Svo fór ég í Laugarásarlagún líka hana. Daginn eftir? Nei, bara rétt áður sko. Ég er að halda þessu böðum á tánum. Þegar leið og þjónustan dettur niður eitthvað. Ég er alltaf að þú ert pínu svona eins og hvað heitir þetta, Michelin. Þú ert alltaf að tjekka hvort það sé standard og lætur ekki vita áður. Þið verða bara að halda, hörðu, Laugarásarlagún, munið gagnrýnin sem komið daginn, munið þá var eitt starfsmaður á barnum uppi, eitt starfsmaður á barnum niðri, hæg þjónusta, hörðu, ég labbaði inn, 2 upp og 2 niðri, hlustu á gagnrýnin, hörðu, svo líka í lobbyinu. Það var ekki símasamband, hvorki Wi-Fi, 5G, 3G, 4G. Sem var hræðilegt fyrir þig. Hörru, labbin í lobby, aldrei séð sterkt 5G samband á æðið minni, sko. Þannig að ég elska þegar það er hlustað á gagnrýni. Það er búin að laga þetta. En gæti þú ekki orðið bara svona Michelin stjörnukallinn? Þú veist, þú er svona stjörnur sem að gilsarinn er að... Ég orðið það, þessi böður fann að senda mig skilaböðu. Sætti þið, villu ekki í böðun, hvað fríðan bjóðu? Það er byrjað dettinn. Þannig að þau eru byrjað að sleikja mig upp, sko. Morgun er ég að fara í retreatið, sko. Ég held að það er ekki alltaf í toppstandi þar. En þú veist, þú mátt ekki, sko, ef mátt ekki láta vita og setja leiðinni. Nei, ég er enda að tala að mér núna. Þú mátt það ekki. Þú ræsað út tegnið, sko. Og líka ef það verið að bjóða þér, þá getur við verið að reyna að hafa áhrif á dóminn. En ég er að borga fullt verð á retreatinu á morgun. Ég get alveg lofað, ég er ekki sponsorað. Ég er bara að fara á morgun og ætla að borga. Ég get lofað því retreatið með allt upp á 10, sko. Já, þeir líka, það er 2000 manns á dag sem fara í Bláa lónið í febrúar. Og hverjum degi borgar 2000 voru við ekki einhvern tímann búin að væla í retreata að græja fyrir okkur að kíkja á Jú, sérstaklega út af Stoneflocker aldrei farið það er líka besta hótel í ekki Íslandi, bara í heim af öllum hótelin sem ég farið á yfirbyrð. Ég er nokkuð vissum að ég fengi svona í afmælisgjöf, sko. Ég er ekki afbyrð heldur, en myndi segja að væri já, það veit alveg hvað það er. En idiot sandwich það Ég fekk alveg, þú veist, 10 svona spa. Já, þetta er geðveikt. Og það er morgun Valdinsdagur á morgun, getur bóðið frúnni eitthvað að gera heima bara. Veitu hvað gerist fyrir mín gafabrif? Brenn út. Ég seti hann skúfu, svo sé ég það aftur, þau eru runni út svona 2 árum síðan. Eins og ég er búin að, ég átti þyrluferð og ég átti fullt af drasli. Allt runn út, ég var að henda, ég ger ekki annað að henda gafabrif. Ég skríti þetta megi renn út. Hvað ég meina? Þetta er peningur. Það er búin að borga þetta. Já, en fólk sem skrifa gafabrif, þau vita að það er allir svo steindi. Fólk gleymir þessu. Já, ekki það, ég hef ekkert farið í þess að þyrlu hvort það er. Ákveð. Farið þyrlu? Akkur er anskotur mætti ég að farið þyrlu. Þetta var svona, farið þyrlu upp á Esjuna, farið kampavín og þetta var flott, sko. Já, veistla. Pekkið ykkur tvenni gjöf.
Hvað, fannst þér það lélegt? Þú hræddur þyrlur það? Ég bara, ég helst ekki til að fara í einhverja þyrlu sko. Ég er smá hræddur það líka sko, ég er líka gagnrýna það sko. Þú hefði mátt eiga þetta gjafriflu, hefði ég fundið það 2 árum. Man hefur með Kobe, hann fór í þyrlu sko, hann er ekki að tróða í dag eftir það sko. Já, ég meina þið farið í bíla og fluglar en þá þau ekki. Já, þú veist, ég kýs ekkert að fara í bílinn minn. Nú, bílið með Mosó? Já, ég veit það. Ég þarf að eiga bíl sko. Við erum með fullt af börnum og þau eru í söng og dansi og fótboll. Okkur kistu þá ekki að fyrir bílum? Öllum fimmlingum og þú veist, ég verð bara að eiga bíl sko. En ég bara, mér finnst leiðilegt að keyra. Þið finnst allt leiðilegt? Nei, mér finnst ógeðslega leiðilegt. Þið finnst leiðilegt að sofa, þið finnst leiðilegt að keyra, þið finnst leiðilegt að þurrka þér, sem er skrítnasta sem ég heyrst. Eftir styrstu? Að þurka þér? Ég hristi mig eins og hund sko. Ég er svona airdryer. Já, gengst þetta bara út. Ég er að spá, í alvörinu samt. Ég bara, þú veist, hefur einhvern tíma að fara bara, já, krakkar, allir út í bíl, förum út að keyra. Mér er svo gaman að keyra. Ég elska að keyra. Ég veit það er fólk sem finnst ógeðslega gaman að keyra. Gaman að keyra? Nei, þetta er bara að gera eitthvað. Já, út deginum, að fara eitthvað og að fá sér ís og eitthvað. Ég gerir það alveg, keyrið þangað. En er ég eini af okkur 3 sem er búin að hendi í gott plan á morgun? Já, það verður bara auðvitað. Ég man að núna, seniorinn, hann dróf okkur oft út á bílasölur. Voru þið eitthvað í því? Já, það gerði. Já, Harry Ísland vinur minn dróð með reglulega á bíla. Ég er ekki að tjóka. Pappans. Þú veist, þetta var bara, við fengum samt. En var hann að skoða þá upp á að kaupa? En maður fekk alveg ís í þessum ferðum og kannski tyggjókúli í formið og svona. Þetta er menn sem elskar bíla. En þú veist, hann fór bara stundum á bílasölur, bara kerið í hringin, fór stundum út og skoðaði svona inn í bíla, við svona inn í bíl, einhvern veginn. Fara á bílasölur. Þetta er bara menning sem er dauð í dag. Það sýnir hann eitthvað svona bílakall, elskar hann að bíla? Nei. Hvernig bíl er kallinn á? Já, ekki hugmynd, bara svona ágætt bíl sko. Djöfull var brandar á hodnið hans gott daginn. Er það aftur í dag eða? Nei, reyndar ekki. Hann er búin að up his game sko. Já, hann var með, ég myndi segja það verið besta. Við þurfum að fá hann alltaf á næsta föstudag. Reynda að ræsa hann út fyrir næsta föst. Sko, ég ætla að spyrja út í plön morgundagsins. Ég sko Þú veist Allan okkar besti maður er fertugur? Já, við erum að fara í fertugsamali. Í dag? Nei, hann var í gær. Til lukkum með daginn í gær Allan. Til hamingju Allan. Og þannig að það er afmæli á morgun en sko annars, þú veist, ég veit ekki, sko, konudagurinn og bóndadagurinn minnst allt í lagi að vera þar með svona stemningu svona. Valentínsdagurinn hefur ekki alveg dottið inn hjá tjúna en þá. Ert þú þar blöða? Nei, við gerum lítið, það verður að viðkjænst. Mér finnst það hjúts. Ég finnst það ekki hjúts, bara afsökum þetta að fara í bað. Ég stið það. Taka þess að baða. Ég ætla að baða með morgun. Síðast ég fór í böðun og ég heiti alltaf eitthvað celebrity, það er ekki Rihanna, Tom Cruise og... Býttu og heiti Matt Damon? Það saði liðan á mér svona 3 tíma. Ég hugsaði, okkur er ég ekki bara King Blöð núna. Ég myndi að lappa upp á honum. Hey man, huge fan, can I have a photo? Hann er alltaf sagt já. Já, sko, þú hefur allavega átt að segja huge fan. Ég veit að maður. Sérstaklega því ég mætti honum one-on-one. Þú veist, þegar hann satt á borðinu. Þú þurftir ekki að biðja mynd. Þegar hann satt á borðinu, þá var hann með svo 12 mánaða posi. Hann var endanum eins og kongur og allir sátu hann að sikkur með lænaður og hann var með skýrslu. Það er erfitt að vera þar sko. Já, það er 12 manns hort á mig. Hvað er þessi gómur að gera? Þú mætti honum og sagt bara hey, huge fan. Ég kom með svona kurteist, ég kinkaði kolli, hann kinkaði kolli. Það var a great moment. Ok, fegstu það? Já, ok, það var nóg. Þá veit hann, það hefði verið gott samt að taka góminn og segja can I have a photo sko. Ég lendi í svona atriði á Nobu í London. Fórum að borða Nobu og ég var alveg pottendur á því að þetta var Robert úr Shark Tank. Var þetta ekki hann? Robert úr Shark Tank? Sko, ég held að það er margir sem er að hlusta núna sem vita alveg hver er Robert úr Shark Tank. Þetta hver það er. Það er hann svo hugguleg alltaf á lengst til vinstri frá það. Ég var alveg pottendur á því að það var hann og Rakel var bara hægt að spá ég hvort það sé hann eða ekki. Hann með alla fjölskylduna og þetta var bara hlið á svipurinn og allt nákvæmlega eins. Ég er bara svona, ok, ég skal lofa því Rakel, ég er ekki að fara að biðja mynd með honum. Ég er ekki að fara að segja við hann huge fan. Þú lofaði mér líka áður og fórst að ángra Gerald Butlerinn sko. Nei, ég lofaði þér ekki neitt, svo bara bauði honum sæti og hann vildi sæti. Og ég hugsaði, ok, einast mér verða að vita áður að fyrir mér út. Er þetta hann? Hvort þetta sé hann? Það var meira bara svona forvitni. Já. Þannig ég hugsaði bara ekki, hvernig er best að gera þetta? Já, ég lappa á svona hringin og læti þessu sé að leita klostinu og Rakel bara hristu haus það er eitthvað að þér, já ég veit það ekki og sagði bara hey Robert, do you know where the toilet is sagði það og hvað það verið vond svo lappa ég svo ringin og kem og þegar ég er að koma akkurat þá
eins og maður væri að labba svona út fyrir, en þetta var ekkert heimskulegt move fyrir maður að labba, það var ekki eins og ég var að labba bara eitthvað í hringi, þannig að þetta væri alveg eðlilegt að tjekka hvort að klósti væri þarna. Hey Robert, þetta getur þú hjálpa mér eitthvað? Nei, og kenni að borðinu, stari á gaurinn og það var þetta ekki hann. Anskot. Það var ekki Robert. Hann var ekki bara að sjá beint framan í hann, bara hliðar og hann var nákvæmlega eins og meira sem þeir horfið framan í hann var ég að hugsa, býttu hvað? Nei, þetta er ekki hann. Lukas og gæði sem átti money. Já, hann átti það pottþétt. Það var bara með alla fjölskyldu og börn. Ég veit nefnilega Robert, hann á tvíburadætur og eitthvað. Ég held að þetta væri hann, þegar voru tvíburar við borðið. Ég var að segja við Rakel, hey, it's all lining up. Og henni gata fyrir meira sko. Þetta er bólamynd sem ég hefði fílað að sjá. Lög með Shark Tank. Já, sérstaklega þetta er ekki eitthvað svona, þetta er ekki stjarna. Það var ekki Cuban minnur. Nei, þetta er bara þetta er Shark Tank, eru drullu vinsilega þetta. Það verið skemmtileg bólamynd. Þetta er samt fullkomið bólamynd. Þegar hann er á því leveli. Það blöður aðlaður með tónlistamönnum og íþróttamönnum, þú veist. Hefði ég beðið mynd, þá hefði ég sendt hann bara á ykkur. Ég hef ekki sett hann eitthvað Við hefum alltaf sett hann inn fyrir. Þetta er bara, ég er nestin í En hvernig, þú veist, það er 10 sem nettar og þú mætir Matt Damon eins og Írlandi og þú lendir í alvöru svona risastjörnu, kinka bara kolli. Hann kinkaði kolli. Já, við mættust og við kinkuðum kolli. Það var a great moment. Já, miklu líklega að það væru síðan bara tveir eitthvað á sloppónum eitthvað staðar og þú að fá þig kannski bjór og hann sess bara, hvað segir maður, ertu hérna og þá ertu að eiga, þú veist, þá tegnastu við. En ég vissi að hann var að fara einn í gufuna. Ef ég hef verið ruglað þá hefði ég bara snúið við á punktinum og eldan í gufuna. Hefur þú farið inn í gufuna eftir hann? Ef þú tveir í gufinu þá verður það að taka tjetsja. Ég skal lofa því upp á börnum mín, ég hefði eldan inn í gufuna. Ég fari bara, þó ég væri búin að vera í hálftími í guðinu og ætti ekkert eftir, þá myndi ég bara ná mér eitthvað svona smá vassopa. En núna er Chris Hendir. Hvað væri því endgame? Ertu að reyna bara, þú veist, að meika það, fá eitthvað hlutverk í bíómynd til honum? Nei, alls ekki, ég myndi setjast, maður sjá, ég skal bara sjá þetta fyrir mér, ég sest inn í guðinu, hann situr að það, ég myndi ekki segja neitt fyrst, bara vera kurteis eitthvað og svo bara, myndi segja, Nice to see you, Matt. Já, bara þegar ég væri að fara Nice to see you, man, huge fan. Svo bara alla bút. Það er rosalegt. Þannig að þú myndir bara vilja sitja þarna með honum í rauninni. Ég myndi vera stutt. Þetta var gaman að spyrja hvað er skemmtilegri, George Clooney eða Brad Pitt. Það er alltaf saman okkur snekkjum sko. En alltaf eins og, veist, ég er búin að vera með kennslu í þessu. Það lendi líka þegar sko hann sér, þetta er ekki bara úrlingur sem er bara hey, George Clooney, það er bara Pitt. Þetta er bara kall. Ég er bara að vera með sem er bara, hey, who is more fun? Hann væri bara, þessi gæja kannski gengur ekki alveg heilt í skóa sko. En ég myndi aldrei gera það. Ég er búin að vera með 15 ára kennslu bara frá því byrjuðum FN95 blöð. Nákvæmlega bara, já, bara vera ógæslega kurteis. Já, og vera bara svona ógæslega ról bara, I'm a huge fan, can I have a photo? Veist, eins og þetta sé bara svona, ég skil alveg og nennir því ekki. Þú ert búin að master allir, þá á engi breyki. Málega á morgun, sko, það er alltaf celebrities hana og Chris Hemsworth er fastagestur. Ef ég hitti hann, fellow tour, er hann á landinu eða? Erstu vissum það? Hann sé á landinu eða? Já, hann er alltaf, veist, þetta er alltaf hérna. Það bara kemur aldrei í mainstream media. Það er alltaf þetta. Þannig að ég fer í bólamynd ef ég sé, og ég alltaf hef leikið tór eins og hann mætti í ammálinu blöð. Þú er ekki leikið þannig, þú mættir í bara búning. Herru, við viljum að fara yfir. Fyrst ég hitt hann á, það sínum við myndina með Tiny Hamarinn og Hamarinn, það sínum hann líka. Við erum með í dag, Milljón og Dag er á sínum stað, við erum með Klefa, það er comeback, don't call it a comeback, við erum með engamál. .is sem hefur ekki verið lengi FN95 blöð. Við erum með dróum í hátteginu hérna hjá okkar besta fólki á Lífa. Hver myndi gera auglýsingu fyrir hvert svona valentínusar auglýsingu og lesum þær hérna upp og eftir. Basically var bara leitaðara stefnumóti og ég var að segja hvernig. Já, ég átti að skrifa fyrir Steinda. Ég er að selja blöð, selja konceptið. Ég er að selja Steinda. Já, og ég er að selja Eil. Takk. Já, þannig að þetta verður opnum við ekki bara fyrir síman. Ég held að það sko kostingurum er bestu. Ég held að grammið hjá blöð muni loga eftir auglýsingunum mína þetta. Við erum litlar áhyggjur af því. Við erum með sturla staðreyndir spurningkeppni Gilsar. Hann segir væntalega King of Valentine's eða ekki. Já, sem er sá settir einhverja könnun hann inn á. Já, ég sko hörðu, það stendur könnun. Þetta er mjög spennandi. Það er alltaf mörg þúsund manns búið að taka þátt. Þetta er mjög áreiðanlega könnun sko. Þetta er ekki bara hálf þjóðin tekur þátt þarna. Og fólk hefur mikla trú á Stoney að 62-38 en þjóðin veit ekki að King Blöð er með 3 sigraðana. Við erum neitt ofta. Já, Steindi með 1 sigur og 1 jafntefli.
Þetta eru 5 keppnir núna. Þetta var 21, 22, 23. En við blöðum farið báður yfir að við erum að reyna að vinna í því að vera aðeins romantískari, sko. Já, auðvitað. það Reyndar alveg drull og ekki plana eitt á morgun, sko. En málega að svo náttúrulega, þú veist, menn eru mismunandi í þessu, svo við ekki nú eitt sem að bara mæti með gítarinn og bara mæti á rúmstokkin með gítar. Echo Plan. Nei, ég er ekki að tala um hann. Ég er ekki eins og að tala um hann. Mást ekki þegar Brian mætti og tók lagi? Það var á YouTube, það var svo síðan. Það er svakalegt. Það var geggjum. En við náum vinn sem að hefur nú alveg mætt á kabli. Svo sagði hann að þú var ekkert eðalega góð í rúminu og tamali. Herðu, við erum allavega með nóg framöndan hér hjá okkur í dag og ég er að spá að byrja en að þátt að manni sem að Steindi spurði hvort það væri trúður í sínu samfélagi. Það getur að finnast að við heist. Einmitt, og hendi bara í svona lög og kallaði trúður. Þetta er FM FM 957 Já, 2 af 3 voru byrjar að syngja með hérna í þessu stúdíu og ég hugsa að það sé bara cirka talan hann úti í hvort sem að fólki í bílum eða heima á sér. Ég hugsa svona 2/3 af þjóðinu voru byrjar að syngja með þessu lagi. Við erum að, It's my life. Núna ertu byrjaður að mála aftur upp sko Grenivíkum málið stóra. Eitthvað Við erum búið að fyrirgefa það. Það var ekki neitt og hérna nú ertu byrjaður að búa til eitthvað sjálfur, einn og sér að ég hafi eitthvað á móti Bon Jovi. Nei, þú spurði náðan hvort það væri trúður. Nei. Þú varst að velta steinum. En þú veist, Já, ég var ekkert að ljúga því. Þú spurði því. Ég spurði að því að hvort hann hafi verið hérna svona álitinn þannig kannski hjá sér og sínum, sko. Það fannst mér bara skrítið spurning. Það er einu sem ég sagði. En það er komið að sko, Grenivík og Krókurinn er ekkert svo langt frá hverju öðru, sko. Ekki heldur Mosó og Grenivík bara. Grenivík er toppstæður. Þú átti ekki að fara mikið Grenivík, ég kæft á móti. Ég myndi bara verið ekkert að fara á þetta svæði. Mér langar að fara og hérna bara með fjölskylduna tíma þarna í sumar. Það að vera á höfuðborgarsvæðinu. Ég ætla að ferðast mikið innanlands í sumar. Já, það er flott hjá þér. Við ætlum að fara í Ég ætla að fá mig tjaldvagnin, ég er ekki að djóka. Eins og Mér Richie. langar að, nei, Richie er með hjólísi. Ekki kaupa þér. Passaði bara á því. Nei, Ég er að leigja þetta og sjá hvort þú fílar þetta. Nei, þú veist, ég er að Því ég veit að þú ert ekki Mástu að King Blöð fór í þetta og ríkala upplifun Þú veist, þið veit að tjaldvagn er ekki, ég er ekki að tala um eitthvað að kaupa bara eitthvað, þú veist, rán dýrt, sko. Bara tjaldvagn sem að situr á krókinn og keyrir af stað. Já, herri, ég ætla að byrja að slúðupakkana á sko, ég veit ekki hvað er hægt að fara djúpt í þetta. Ég sé þetta conspiracy áður. Það hefur verið að tala um að Kurt Cobain hafi ekki fram í sjálfsmorð. Það er, komið víða það sem hafi verið að tala um og sko, ég hef séð heimildamynd um þetta því að Steindi sagði bara rosa fréttir að Cobain í okkar tjatti. Þetta er samt eiginlega ekkert nýtt, sko. Af hverju halda þeir að það geti mögulega verið ekki verið í sjálfsmorð? Veitu það? Það hefur komið fram að það hefur verið það mikið að bæði brefið og það hefur verið það mikið magna við heroinni líka hann hefði bara aldrei getað að lyfta upp byssu til að byrja með og það dælta rosalega í sig þannig. Já, og þetta er eitthvað nokkra svona en þessi hvað var með brefið? Var þetta ekki skriftin hans og eitthvað? Já, það var svona eins og það væri samsett bref það væri ekki alveg eins og hann hefði skrifað eitthvað þessu fyrir einhverju löngu áður og setja þetta svona einhvern veginn saman. En núna er búið að sko taka upp held ég að vera að rannsaka málið. Er það málið? Ég held það. Já, ok. Það er þetta stórt. Já, svo líka rosalega, hérna Cobain og Nirvana, ég hlustaði ekki annað heldur Nirvana og svo þegar ég var úlingur þá var það Jackson, nú er að tala um að Jackson hafi verið að bjarga börnum frá Epstein Island, þess vegna var hann að fara með þau á Neverland, það var akkurat öfugt og þau tóku bara hérna upp á sitt að þá bara crossfesta hann sko, en ekki liðið sem var á eyjunni. Ég er að fíla blöð, sko, blöð, þú ættir að vera með, það er komin álættur á þig. Nei, ég bara enda að segja conspiracy. Já, það er ekki að segja þetta sé svo er ég með annars slúður sem ég veit þess að þú er ekki komið með álættin. Nei, ég er að segja, það er gaman þú sko, ég hef alltaf herðu, akkur erum við ekki með lið sem heitir bara álætturinn og við hendum í muni ekki þegar við vorum með kenningarna líka með Elvis hann heitir Húkimenn kom að velta steinum það er til að vera bara í blöðkastinu álætturinn. Ef Húkimenn getur komið með þessa kenningar það væri sko, Húkimenn heldur því fram að Michael Jackson og Elvis Presley séu lífi sko og þeir séu sko annar þeirra séu hérna bara prestur. En er ekki líka að sjá myndirnar að Epstein er á lífi, er ekki búin að sjá myndirnar að því hérna út um allt eitthvað, ekki allt eitthvað eiga í skeggjaðu gaur eitthvað staðar. Það var heldur gaman að fá Húkimenn hérna vikulega til að vera með koma með nýjar kenningar. Það var ekki eðvert. Það er náttúrulega ekki ný kenning í hverju viku en það var kannski að fara yfir svona heitasta. Herðu, ég ætla að byrja slúðrið á við erum búin að ræða þetta í þaular en það var í fyrsta sinn sem að Mark Anthony þinn maður var spurður út í þetta brúðkaup.
Hann var náttúrulega hann átti að vera að syngja þegar hún átti að vera að dansa óviðeigandi hún Victoria Beckham og þeir hjá The Hollywood Reporter spurðu hann út í þetta mál og hann sagði að þetta væri bara mikil dramatík, hann elska alla fjölskylduna og er búin að þekkja þessa fjölskyldu áður en börnin fættust og hann er guðfaðir Cruise og er mjög náum fjölskyldinu og sagði að þetta væri bara mjög óhöflegt og leiðilegt það sem er í gangi en það væri ekki til neitt sannleikur í að einhver dans hafi verið óviðeigandi meðan hann var að syngja hann sagði að það segir líka sjálft sko þetta er náttúrulega bara það er bara hvernig áttun það að dansa þetta Victoria Beckham hún var ekki að drekka landa í appelsínusafa og fó bara að verða sér til skammar hvað er óviðeigandi dans hvað áttun að vera að gera ég er ofta að hugsa út í það hvað áttun að vera að gera það þetta er alltaf bara eitthvað rugglalið það segir sjálf sko nei, eins og ég segi, nenni líka að fara oftar yfir þetta sko, það sem er að stríða mér rosalega mikið í þessu hvað er að stríða það sé að selja fleiri nærbuxur ef þú setur á Google núna have Beckham business gone up after all the family drama og ég fór í AI mode, Gemini actually the brand Beckham Empire is performing better than ever það er business is booming og við erum að tala það er record profits fyrir David Victoria's turnaround fyrir sem sagt fashion dæmi hennar og það er sko bara en þá er það líka bara örugglega þegar fólk heldur með þeim í þessu rugli það getur verið en ég er að segja bara þú veist að allavega buddan er ekki að kvarta ok, næstu við með eitthvað rísagigg nefnum þú þá að fara að rífast við aðra dóttiðina og fara með það í fjölmiðla þetta hjálpa svona sölu ég er ekki að segja það en ég bara að rísagigg hjá blöðuna eftir nýfund blöð í haust eitthvað stuttu setna og þú byrjar að rífast við dóttiðina á Instagram og hættir að followa hún það verður skrítið, hún er 11 ára en það sem ég er að segja er að þú veist buddan hjá öllum í fjölskyldunni ekki á Brooklyn er ekki að gera neitt Brooklyn er náttúrulega komið pottet með eitthvað 2-3 bækur núna hjá okkur útgefanda hann er komið með eitthvað díl til þess að fara í 3 miljón kona viðtalið og eitthvað svona það voru reyndar allir voru margir mjög hissa því hann skildi fara bara með þetta alltaf á Instagram í stæðan fyrir að fara í viðtal og fá kannski $1 million fyrir viðtalið fattur þetta er svona stærra herru en Noah Beckham fjölskyldinu leikarinn Orlando Bloom hann er komið nýja kærustu hann er náttúrulega fyrrum maðurinn Katy Perry og hún er bassmóður hans en fyrirsætin heitir Louisa Lammel og er 28 ára gömul hún er frá Sviss sem býr í New York starfar það sem fyrirsæta hver sagður fyrst? Orlando Bloom heitir hann kannast ekki við hann eða stýri sé mynda hann kannski já, ég held þú er alveg síðan actor það er ekki herðu ef þú myndir sjá hann sem álf þá myndir þú kannski þekka já, leikur í Lord of the Rings og öllu þessu hann er 20 árum eldri en Lammel og eina líka, er ekki komin tími hún er náttúrulega byrjuð með forsætisráðara Kanada er hann ennþá forsætisráðara hvað heitir hann, Justin eitthvað Katy Perry hvað heitir hann náttúr hann heitir Justin Trudeau Katy Perry er byrjuð með honum en Orlando Bloom, hann hefur ekki verið í bíómynd helviti lengi nei hann hefur ekki séð hitt með honum he needs a hit er hann já, hann náttúrulega stóð í gegn sem hann var í Lord of the Rings Legolas hann geggjaði þar og hann var náttúrulega líka í Pirates of the Caribbean og slóði gegn þar hann á risa myndir það er ekkert framöndan hjá honum hann er vist bara komin í síkóp það er heila við að það er ekkert framöndan hjá honum á IMDb en hann er nýbúin að vera kom mynd út í fyrra með honum Deep Cover og ára undar kom The Cut sem er boxaramynd og svo er og The Red Right Hand og Peppa's Cinema Party eða Peppa Pig og Gran Turismo kom hann var í Peppa Pig ok, þetta er ekki myndir sem að maður hefur séð þetta er frekar leiðilegt ef hann fer frá því svona hann var Mr. Raccoon inn á Peppa Pig ok, svo ég elskar Peppa Pig svona menn hann er einni góðri mynd frá a comeback þetta er fínasti leikari svo leikur bara lífið við hann en mann tala bara í góðum gýr hann eftir Lord of the Rings og það var gaman heldur hún leiðist ekkert þetta var slúðupakki dagsins það er ekki oft sem að Cobain og Jackson komast í slúðupakkan á saman tíma og Beckham fjölskyldan þetta var stórt við skuldum auglýsingar og svo hér eftir auglýsingar ætlum við að fara í bréfakeppni þetta er ekki bréfakeppni auglýsingakeppnina við viljum að auglýsa hvern annan fyrir Valentínusdag ef að menn væri á lausu og já ætlum við svo að láta fólk kjósa hver var með bestu auglýsinguna ég alveg eins sko opna fyrir síman við erum bara að gera nokkuð sem núna skoðum þetta
Þetta er Það FM. ég þeirra að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við Steindur komnir hingað inn í klefan. Klefan góða. Já, og já, það sem er að fara að gerast hérna núna sem við vorum að fara svona yfir að því að Valentínus á dagunum morgun. Ertu spenntið fyrir honum? Já. Já, stemningsdagur. Já, stemningsdagur. Já, og það er liður sem að við höfum ekki farið í lengi hérna í FM 95 blöð og það er engamáli. Já. Og Tjöfullega langt sem við fórum í engamáli. það er bara einhver ár held ég. Hann glimtist. Já, hann leiði svolítið í dvala. Já. En við vorum að spáði að rifja hann upp svona í tilefnið að Valentínusdeginum og fyrir ykkur sem aldrei heyrt engamálið þá er Steinda að fara að ringja núna hérna bara eitthvað út í bæ og já, ætlar að tala við mannesku svona eins og hann sé búin að vera að tala við hann inn á engamál og þessi kom tíma á að taka stóra skrefið og hittast. Já, það ekki, taka dinner eða kaffi. Já, og já, ertu búin að semja nokkur nöfn? Já, þetta snýst náttúrulega alveg að koma nöfnunum út. Já, ekki segja nöfnið þá núna, fyrst þú ætlar að dæla á eftir. Ég er með helling á nöfnum, sko. Ég er alveg örugglega með 10-15 nöfnina. Já, það er stemming en sko, í hvernig á að hringja? Konu, mæntalega, eða hvað? Viltu reyna gauður? Nei, ringjum í konu. Ringi konu. Og eigum að segja Sigríður. Sigríður? Mamma er Sigríður. Já. Ekki ringi hana samt. Nei, ekki svona. Fallegt nafn. Já, mjög fallið nafn. Ég ætla ekki eins og að fara út í eitthvað grín þarna á nafnið því að þetta er virkilega gott og ok, ertu komin í stellingar? Ég er bara klár. Ok, hörru þá. Ég er bara, maður er að dusta svolítið reykja þessu, sko. Já, og reyndu nú að fá date. Já. Tilbúin? Fá date, það gerist aldrei. Ég er náttúrulega að þú talar eins og maður og hagaðir, getur þau? Og hún farið ekki date með þessu í hugafæri, sko. Mannskjæn sem er að fá símtalið er ekki búin að vera að spjalla við nefni síðustu að út alla vikuna, sko. Ekki hægt að fá date. Ok, reyndu satt. Ok, ég skal reyna að fá date. Ok, tilbúin? Ég með nafnina, ok. Halló, Já, góðan daginn. Er það Sigríður? það passar. Já, sæl og blessuð. Já, og gaman að heyri í þér. Eigum við að nota alvörunöfnin eða er þetta kannski bara nicknöfn eða? Ég sagði spurning, sko, hvert er erindið? Já, þetta er Lagafljótsormurinn, 83. Gretar. Vorum að, já, ætlaði að það bara svona, það sagði ekki, ég er nú að legg nú ekki á hana minna að ringja, sko, hvort það væri allt til, hérna, ekki bara stemning fyrir kaffibotlanum á morgun eða jafnvel kvöldverð. Ég er ekki að kveikja. Á Valentínusdaginn? Já, heyrðu, ég er bara, þetta er einhver miskilningur. Býtu, var Já. ég kannski að tala við þig undir einhver öðru nafni en þinni? Sniffmaster? Nei, ég Outbreak kann appinn? ekki neitt, sko. Nú, en gæti ég hafa verið snákurinn ólegi? Nei, ég er bara, þetta er bara algjör miskilningur. Nú, býtu, erum við ekki Býtu, hvað kallar þú þig að þinni? Ég er bara ekkert inni, þannig þetta er bara algjör miskilningur. Nú, Ha, ert þú ekki hérna þarna inni? nei. Hæ? Inn á engamálinu? Nei. Hæ? Ertu ekki hérna með takk í bakkinu? 53? Nei. Nú, Þannig að þú verður að þreifa fyrir annar stað, sko. já, býtu, þannig að ég hef ekki verið að tala við þig í gær. Ég er náttúrulega með nokkra reikninga þarna inni, þriði fóturinn eða hérna eða neðaleg bumba 88 Nei. Mávatilli 81. Kannski neitt. Nú, þetta er nú ákveðið sjokk. Heyrðu, þú verður að þreifa fyrir annar stað. Já, af því að þetta það kom, ég fekk númerið þitt uppgefið, ég held að þú er ekki verið þarna inni. Nei. Nei, og ég er ekki að tala við þig undir einhverju kannski öðrum reikning. Nei. Guppumadurinn eða Nei, ekkert. Nei, voðalega er þetta sérstakt. Herðu, en þekkir eitthvað til að nynni? Veistu þá hver einhverja Ekki My Penis Understrike Rules 85, veistu hvað það er? Nei, ég bara veit ekki hvað þetta tala skilur, sko. Nú, ok, ekki einu sinni hérna sortuæxli og svona guppu í mótikall. Ekki neitt. Nei. Herðu, þetta er ákveðið sjokk. Já, ertu með eitthvað plön annars? Ég stýr með á línunni. Já, bara allt. Já, herðu, þetta er hérna Ég ætla bara að gangið vel. Já, takk fyrir það og afsækið innilega. Þetta er nú ákveðið sjokk fyrir mig.
Ég var alveg vissum ég að vera að ringa í rétta mannesku sko. Nei, Hélt þá kannski að ég hefði verið einhver annar. Ég er með nokkra reikninga sko. Ég er líka með þetta hnerrað upp í með 62 ára eða kraftakíló rass og allt þetta. Ég er með fullt af reikningum hann sko. Já, hérna, góða helgi og takk fyrir þetta. Já, allt er góður. Já, blessuð. Sko, hún sagði ég er til í allt annað. Það sá það. Það sagði hann, þetta er með einhver blöð. Ég er til í allt annað. Það var að síðasta sem hún vildi gera á morgun var að hitta það á leistakling sem var að tala um það. Ég er til í allt annað. Ég skil hana líka bara mjög vel. Já, þú náður alltaf að dæla út allir lömmunum. Skotin maður. Þetta var, ég var bara að gleyma, ég hef gaman að þessu. Þetta er náttúrulega algjör þvæla. Þetta er skemmtilegt þvæla. Hann skotin hafið þetta. Það var heldur gaman að Hvað, já, hún var ekki að undir takk í baki, hún sjálf. Nei Það var þetta mjög gott nafn í þessu. Já, ég leiti við listan. Ég hugsaði hérna Já, hvað þessu getur verið hún? Ég sagði, hver þessu getur verið, þú veist, ég minna, þetta var mikið ekki þessu frisbee-tillinn 35 ára Þetta er svo Smáatilli, þriðji fóturinn, ha Þriði fótunum er þetta gott. Já, svona brandari, þriðji fóturinn, ha Já. Og eitthvað svona, þú veist, það er allt þarna en það var voða lítið þarna sem hefði passað við. En já, Það er ekki date á morgun. Nei, ekki date á morgun. En þú reyndir? Ég reyndi, já. Ég er gaman að þetta. Hún er gaman að þessu. Þessu ekki tekið lengi. Þetta var einkamálið og það var í tilefni af Valentínusardeginn. Það er bara mjög gaman að þessu. Topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta er lag, nýdönsk Frelsið hér í FM 95 blöð á FM 957. Klukkan að verða 5:04 mínútur í. Og já, eins og við erum búin að koma inn og nokkur sem í þessum þætti að þá er Valentínusardagurinn á morgun 14. febrúar, hittir á laugardag. Þannig að það var ákveðið að fara í nýja keppni hérna. Við tókum keppnin daginn, þá var það ræða fyrir landsliðin. Já. Við hefum gert þetta áður á Valentínusardeginum að við erum basically að fara að pimpa hvern annan út hérna, eða ekki? Búið til svona auglýsingu. Já, fengum allir, þetta er sko, jú, þetta er, sko, ég fekk Egil. Já, Þú ég veist mig, Egil fekk þig. Já. Síðast þegar við vorum í þessu þá held ég að fengi Egil. Með minnið allavega. Já, það var Sko, Ég mitt hefði er það var frábært. Já, mitt er djöfla síðan, sko. Já, mitt er líka djöfla síðan. Þetta er alveg galið. Sko, þetta er Sko, hvernig takluðu þetta? Sko, alltaf láta fólk síðan rífa upp síman og kjósa þetta bullega 511-0957, já, við getum gert það. Við erum ekki með heyrnatól. Við heyrum ekki hvaða vóts Gaman taka fólk inn, sko. Nei, hörðu. Já, heyrið ekki í fólkinu. Við heyrum ekki með heyrnatól. En við gætum alltaf komið þín megin. Við gætum komið þín megin þegar maður les. Eða ég veit ekki. Já, en byrja á ekki bara að hafa lægið undir, það er ekki að vera hátt, sko. Þetta er aðalega það bara ef fólk hringir inn. Já, sko, hjá mér er þetta svolítið hann að lægið þarf að vera svolítið hátt. Ég er nefnilega lag sem að það er bara hækkið í þér. Halló. Jú, virka ekki headphone-in. Plötur þarf að rífa sig í gang. Þetta er nú hlusta. Virka ekki headphone hérna megin. Plötur þarf að laga headphone í kvelli, sko. Þú ert ekki að fara að ljúa. Þú bara tekur hlustan þannig. Já, ég skal bara segja, það er ekkert mál. Hérna ef það lígur og getur alltaf hlusta sem á þetta bara vísið og eftir og séður hann það er mjög skrítið að fara að ljúa einhverjum atkvæðum ef ykkur segir, ég kýst enda já, punktur á mig það var heldur sérstætt við getum líka fengið einhvern veginn að bylginni og laga þetta með því. Herðu, eru þið ready? Sko, hvaða lag á að setja undir? Sneiti, þú ert fyrstur. Er ég fyrstur? Já. Ok, ég meina ég er sem sagt sko ég var búinn að velja hérna DJ Alligator. Já, ok. Whistle Song. Já, ég með það hérna, Whistle Song. Mér varst þetta að vera, sko það sem þetta er náttúrulega auglýsing. Hörðu, ég kom með það. Herðu, má ég þá líka fá? Já, ég er með þetta líka. Ok. Herðu, hvað gerðu þau? Blöð reysi í gang. Tjöfisins. Ekki vann með þetta King Blöð. Ég heyri reyndar ekki, maður heyri reyndar ekki í mæknum, maður heyri bara í laginu. Ok. Ég heyri það svona einhvern veginn. Herru, hérna það heyri ekki í mæknum. Nei, það er allt í lagi. Það er með lagið. Með lagið. Herru, hérna það er ekki allt í þessu lífi, sko. Lagið er komið á. Og sem sagt, þú ert að gera auglýsingu ef að Egil var að lausu og ert að reyna að koma um út. Helvít, er þetta hart lag, maður. En heyrðist ekki alveg örugglega í Stóni, eða? Heyrðist í mér hljónum. Þetta þegar Blöð heyri, ég er ekki eitthvað. Nei. Ok, hérna ég er basically núna að fara að lýsa. Þú ert að selja mig. Já. Þetta er basically það, þú veist, bara segðu mig. Ég setja lagið aftur á byrjun, eða skiptir einhverju máli hvar í laginu þú ert?
Þetta er geggjaður partur Mér þetta er enda væntum að myndir sko byrja Besti lagið parturinn. aftur og hérna og kannski á niðurtalningu og ég byrja þá bara beinta eftir það Það sem ég ákvað að gera, ég ætla að lýsa bara fullkomnu deiti Ég ætla bara basically Egill er hérna að auglýsa hérna frábært date og ef einhver vil Það er geðveik hugmynd vera partur af þessu þá er þetta það sem er svona á dagskráni Og einhver líst vel á þetta date og alltaf heyri í mér það ekki, það var geðveikt Já, Sæladömmur að þú verður á lausu, já Ég segi það, já, konceptið í þessu leik Já, tilbúinir Sæladömmur, hvernig talar Egill? Það er að tala eins og Ó, hann píslaður Hvernig Ég tala bara nákvæmlega svo þú gerir Þú náðum ekkert eðlilega vel Sælad, já 1, 2 og Sæladömmur byrja. Sæladömmur Nei, byrja, þetta var ekki byrjunin Jú Ó, ok, byrja, náttúrulega sem einhver Ég heyrði ekki Þetta er Ok, 1, 2 og byrja Já Þú ert ekki verið í takt í lagið Nei, þú veist, það kemur svona í byrjun sett Ég fíla með það, þú vilt gera þetta almennilega I like that Sæladömmur Ég er að leita mér að geggjaðri gellu til að eyða með mér valentínusardeginum á morgun Sá fyrir mér að við getum farið saman í líkamsrækt Tekið smá padel Ég elska padel Svo getum við farið í golfhermi og södra kampavín Drunkað okkur svo upp saman fyrir kvöldmattinn sem ég mun by the way elda Ég geti skellt fitusnauðu mat á grillið og haft kvotasælu með Svo getum við fært okkur yfir í betri stofuna Sófan Þar getum við hort á Expendables 4 eða Fast and the Furious 11 Allavega einhverja mynd sem endar á tölustaf Það eru alltaf bestar Okk maður Ef við gerumst það djörum að færa þetta inn í svefnherbyggi þá þarf það að vera á milli 20 og 21 því ég þarf mína 8 til 10 klukkutíma annars við hringurinn, úrið og síminn í fíl út í mig En svo getum við vakna klukkan 5 í nótt og fengið okkur kaffi Það er ekkit eðlilega gaman Ef þú ert til þá segi ég nú bara eins og Arnie sagði í Predator Get to the chopper eða þú veist hvað ég á við Vert í bandi Eðrilega góð dagum Fannst þið það? Það lístir geggjum deg Djúðlar er þetta að leika þig maður En er ég, veist, ég er rauninni þetta er skrifuð auðsing já. Stendur alltaf í textan Nei, þetta er ekki skrifuð ölsing Ég meina, Þetta má líka, en okkur er tónlist undir það Nei, bara segjum að ég var að lesa upp á blaði Hugsa að þetta var svona postað á Það var að lesa upp skrifað auglýsing og engamálið eða eitthvað En þetta er heldur vont atriði Já, getur dóttinn hjá Steinda hérna líka sko Nei, þetta er satt, ég finnst það inn í því spáið Það er eitthvað cool sko Það var þetta hana sko Þetta er viðbjöður, prófa þetta Ógeð Hver er næstur? En Expendables var vel valið Já, nú Með Fast and the Furious Já, númer 11 Hörru, ég á að taka Steinda Já. Ok, og sjá, ég ætla, sko, ég set bara Hvaða lag setur undir? Ég set bara To Love You More hérna með Celine Dion Ó, Það er svona eitthvað alvöru góð sexy lag blöð Já, Ég er bara að reyna að selja þetta Ég menna, þú veist, það er koncept í þessu lið sko Já. Það er geðveikt lag þetta var rosalega dagur sem hann bauð upp á Þetta var eitthvað ákveðst staður Geðveikt lag Ok, eru tilbúinir? Þetta er auglýsingin að Steinda að var að auglýsa hann inni Sælastelpur Svona heilsa ég alltaf stelpum, segi sælastelpur Annars er ég bara einn vel flippað 42 ára kall og moso Sumi segi ég sé geðveitt fítgur Ha 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 ha, var ég að koma upp með þetta kannski Ég er að leita stelpur sem elskar að geta saltstangir Pulsur, pítsur og hefur nákvæmlega engan áhuga að mæta neitt á réttum tíma Kveikir slef og ótakmörkuð paranója í þér Áttu að tala við framtíða maka þinn Stundum er ég meiri að fara að ofviksa hlutina rosalega og slefa á sama tíma Annars hef ég líka rosalega náhuga á hundum og að ferðast Sumi segi ég sé allir pakkin PS, ef þú hefur áhuga á að sofa er ég ekki þinn gaur Er með kæfisvefn og lokastígi En hei, er ekki beddin bestur undir eitthvað allt annað en að svefn Ef þú veist hvað ég meina Og svona rétt í lokin Ef þú kallar á mig meðan ég er að skýta og drepið þig Steindi Junior Þetta var mitt bref Það var ekki flokkar að þetta Þetta var, ég er ekki vissum að fáið mikið
Þetta er ekki hit sko, þetta var svona rosa. Ég veit ekki, ekki alltaf einhverja hluti sem til í kæfisvefn og slef og það var ekki mikið jákvætt að það, ég raunin ekki sko. Geðið tvítgur, það var hana. Ég var ekki jafn grimmu veil. Blöð gafðu þér lestur. Nei, þetta var ekki lestur. Old fashion lestur. Hvað lag viltu undir eins? Ég var til í Bed of Roses með, Steindi kallar hann trúð, ég kallar hann endar ekki en Bon Jovi. Þetta er króksara lag. Þetta er króksara kynning þetta. Samfélagið hans hefur aldrei litið á hans sem trúð. Það er komið hér á Ég átti ekki alveg á lengdin á sko. Hvað þú séð þú veist? Bed of Roses, Bon Jovi. Þetta er þetta. Ég get að lofa þér í að því renniði verður við fljótu. Þetta er þú þetta lag. Þú ert að fara að fá skilabóðblöð. Þú kemur heima eftir. Fríðilega mest að hlusta. Þannig að gælur sem, ef einhver gælur að hlusta, ég er að selja með þetta koncept, sendi á blöð á Instagraminu skilabóð eftir. Þetta er það sem ég kvíði mest. Það er ok. Ég ætla að leifa aðeins Bon Jovi aðeins að eiga fyrst setningun á hann í byrja. Það áttum með nullar hérna með hann. Ískaldan gull 0% áfengislausan. Ok. Hvernig tekur það fyrst setningur? Það þarf að klára hana að byrja. Núna, betur sjá. Þetta heyra þetta. Ok. Sælastelpur, blöð, tindastóll. Ef þú er ekki búið undir stein síðustu 2 áratugina, ættir að vita hver ég er. En ef við gerum ráð fyrir að þú hafi búið í helli, þá skal ég gera den best að lýsa með þér eins vel og ég get. Auðun Blöndal heiti ég. Kallaði King Blöð, Blondell, Poop eða Cash. Svo þær. Af þessu viðurnefnum, þessi lýsi með best er án efa Cash. Orðaða pent, það er nóg til. Ekki nóg með það að ég búi einu dýrasta location á höfuðborgarsvæðinu, Fossvoginum. Það er ég opnað mitt eigin kaffihús eftir nokkra vikur. Hvað þekkist þú marga sem vantar kaffihús í þessu rekstra umhverfi í Íslandi í dag? Væntanlega engan. En hver er að því? Rétt, ég, Cash. Ef þú fílar nýja skólan, einhverja súkkulaði drengi með þykkt hár hlaupað einhverja jökla, taka þér reels með drónum, þá mæli ég með þú drullið er eitthvað annað. En ef þú fílar gamla skólan, you hit the jackpot. Er af þeim eld gamla. Saman hvort það er í beddana með í lífun. Þú er kannski farið í árbæðasafni og segir physical veski. Ég er með physical veski núna í vasan. Hvað ætlar að gera í því? Ef þið finnst það asnalett, þá getur það að lofa því ég fæ ekki synjun því ég strauga það. Og þó ég sé gamli skólinn, þá er ég satt með tilfinningar. Ef ég rekt tána í borð, þá mun ég tárast. En ég get huggað við það að við munum alltaf fara á sama veitingastæðin og setja alltaf í sömu sætunum. Consistency. Consistency is key. Það sem farið hjá mér. Gamla skólan og consistency. Hvað er þetta ritgerð? Ég ger allt fyrir maður ladies. Ef þú biður mig að redda þér drikk og stoppa mig ekki til því, ekki einu sinni látin maður við fram. Ég er currently með hann Stífan, heyrði í mér King Blöð, a.k.a. Cash. Já, frábært. Þetta var bara eitt af óþægilegasta sem ég bara setið undir. Við förum ekki eftir þennan leik. Svona, serðu bara andlitið á hann. Þetta eldur rauður í framan. Djúfell var þetta ógeðslega óþægilegt. Viðbjörn. Já, þetta var hræðilega hugmynd. Meðan Stífan. Já, hann var alltaf komin í Kapitals Tristan hann. Þetta var sakalegt. Já, það er engin sigurveri í þessu drengir. Það er bara þannig. Það er ekki svona kjósi í þessu rugli. Það er ekki opnað fyrir nýrið þar. Það var opnað, láta fólk kjósi í þessu. Það verður gaman að heyra eina kostningu. Það er alltaf gaman að fá. Já, ok, 511-0957. Hvaða sem var skást. Já, þau getur prófað þetta. FM. Halló. Hvað var besta bréfið að skásta? Það var maður sem að hatar Bon Jovi. Steindi. Já, hann bein best. Herðu, ok, takk fyrir að ríkja. Þetta var skrítið. Ég er raunin að fá stíðana. Þetta er ekki skrítið. Hvað var með besta bréfið? Diaper Boy. Hæ? Diaper Boy. Diaper, herru, Steindi er að vinna. Já, herðu. Hann er komið 2 af 2. Takk fyrir að ringja. Við, Steindi er einu frá því að vinna þetta.
Ég verði að gefa Agli þetta. Agli, Egil. Hans var svona raunverulega. Nei, Raunverulegast, þetta var viðbjóður. Herru, takk fyrir að ríkja, sko, hann er náttúrulega hundlegir þetta, þið getið ekki heyrt þetta. Þú öskar bara nafnið upp. Herru, hver var með skástabrifið að þínum mati? Hann bara skellt á. FM. Halló. Ég kýs blöðarann. Blöð, ok, takk fyrir það. Það er 2-1-1, Steindir enda á einu frá þessu. Randar á blaði hérna. FM. Halló. Já, halló. FM. Hver var með skástabrifið? Hér á FM. Það er June. Það er Dune. Dune er komið sigur. 3-1-1, komist allir á Þetta var blað. ekki geggja dagur sem þú lístir hann. Já, þvílíkur dagur. Fann að sofa klukkan 9 og vaknaði klukkan 5 í kaffi. Ég spáði að gera ángríns. Ég spáði bara að geða hann dag. Bara nákvæmlega svo að smíða það. Já, ég bara get líka lofað einu hérna svona í lokin fyrst að lofa hérna að þú fær aldrei að lesa mig aftur. Það er bara staðfest. Við skuldum auðlýsingar svo var að spurninga henni gilsar hans. Ég bara sjaldan sem ég leiði svona FM 957 Kvöld ég þér á FM 957 á FM 957 og já, ég minni á ball á Sjallan. Fyrir ykkur sem eruð á Akureyri að þá er náttúrulega ekkert skemmtilega heldur en að kíkja á ball í Sjallanum. Og við erum að tala það er þemaball. Þetta er 2016 og þarna eru Issi, Flóni, Nussun og fleiri. Þannig að tjekkiði á þessu. Svakalegt ballmaður. Er þetta í kvöld eða? Ball á morgun. Já, laugardagskvöld. City of Joy, klikkar ekki. City of Joy, þannig að tjekkið þess að líka stemminga. Ég var fleiri svona þemaball. Já. Þannig að 2016 samt. Ef ég myndi fara að skoða myndir 2016, ég klætt, við náttúrulega erum svo vanafastir og aðsnaðlegir, við erum alltaf í eins ég var í sömu fötum. En varstu sem úlingur, varstu þá í, skiluru, útvíðum eða ég reyndi svona, já, ég hef aldrei verið einhver tísku, ég átti eitthvað buxur með svona 2 röndum en því, svo var ég líka, það voru litir í tísku, átti rauða gallabuxur og skærgrænar og eitthvað. Er það ekki bara fake Adidas? Nei, það var svona gallabuxur með svona 2 röndum, það er alveg ræðilegt. Þannig ég meina ef það verið 95 þema þá get ég aðeins kannski fundið eitthvað en 2016 þema það var ekkert að breytast mikið. Ég besta lúki sem ég hef verið með á minni lífsleið var úlingsárin sko. Ég var með afleita hár, pissuguld. Það er þetta ráðdýrt. Svo var ég með raka undir, það var dökkt undir og þegar kom rók þá var dökkt undir, dökk rót, pissuguld uppi á ofan. Buxurnar alveg sko, það voru eiginlega bara á néskeljónum sko. Þetta var Vorst að sagga? Já, alveg í einhverju veldi sko. Skeggjaður. Og hérna og svo var maður í stáltá. Svalastu gaurinn í Mosó. Ég átti aldrei stáltá, átti þú stáltá vil? Já. Það er einu sem fór aldrei í það. Mér fannst bara þæltur í íþróttaskónum, keypti aldrei stáltá. Ég man að mamma brjáluð maður þegar ég fekk stáltá og hvort ég fengið í ammælisgjöf eða eitthvað og ég fer út leið að eyðileggja tánni eins og allir og sparka tánni kant sko, til að fá stálið, ekki fá svona smá gat á framan á og það var að sauð upp úr heima sko. Ég fór náttúrulega aldrei í gallabuxunum ég var á leiðin á ball. Annars var ég bara alltaf í íþróttabuxum. Það var ball, fötin mín, voru gallabuxur og Guns N' Roses bólur. Já, það er þetta alveg átvitt sko. Já, það gekk ekki vel en ég veit ekki hvort það hefur verið fötin eða ekki. En við ætlum að fara í lið hér drengi sem heitir Milljón á dag. Já, takk. Og þetta er, ég er með 1 milljón á dag nema síðast er 5 milljón á dag. Okay. Tilbúnir 1 milljón á dag, þú og börnin í AC, konan ekki með, bara þið 3 fá 1 milljón á dag. Hvað ætlar að vera lengi með börnin í AC? Það er bara gist á sísa. Ég bara þurfa að finna einhvern stað sko. Mér finnst það einhvern veginn svona hljómið weird, eiginlega skárra einhvern veginn með börnin í AC en þú þá hérna þú að vera með fellón nei skilur, þú veist að AC alltaf er hræðulegur staður. Það er bara mættur eitthvað með kids, fer bara með á Applebee's og svo var að finna þér ferða á The Pool og hérna The Pool, það er náttúrulega og minigolf og þú veist það líður eitthvað betur með kids en eitt með mörgkoncept en líður, þú sko, málið er að en þetta skrítuðu þetta, þetta er ekki fyrst alveg case og velu með krakka AC eða síðasta en þú mátt heldur ekki gleyma því að þú veist menna þurft lögreglufylgd út af veitingastæðarna sko, þetta er ekki crime er búið að skyrocket þarna og það er strönd þarna ég reyna aðeins að horfa á hérna hvað var að gera svona ég get lofa því þú getur ekki verið bara með krakkan á ströndinu þarna hvað er aldrei stampað ekki kasino? Hugi fóð með krakkan hvað er aldrei stampað ekki kasino hana? Þau náttúrulega bara með ekki spila þau með alveg lappi í gegn þetta er á hótelinu samt ég hef sé mann í smetlubuxum í leðurfrakka, matrixfrakka aska í hárið og úling þannig að hérna sem var að hanga þetta með honum þú veist bara má ekki spila fóð með pappi í kassan og það var bara ég sá þetta bara
Hvað ætlaði að taka marga? Þá fekk ég illt í hjarta Sko Þetta getur alltaf ekki verið mjög lengi sko. Þetta er alltaf mánuð Mánuð? Sækja 30 miljón reyndar punktur jöflu Þetta er Það er ekki að slasa sig hérna og þetta er ekkert eitthvað hérna Bara snemma að sofa Ég myndi nú ekkert alveg útloka það að þið myndu öll slasast mjög alvarlega Góð matur hérna Eða eitthvað að fælast þetta Ég myndi maður ekki freka að segja þá bara við krakkana bara að taka flott hótelherbyggi og segja herru, já, förum við smá keppni reynum að vera inni sem lengst Steindi, Nóiðan er að ná nýjum hæðum Það er alveg hægt að vera með fjölskyldu sinna á lappinu Ég er að grínast En máli er að, þetta er ekki fjölskyldustaður Nei, en það er ekkert, fólk fyrir að ná sumrin Já, ströndarna, það er lapp á the boardwalk, þú keft ís þarna, það er mínigólfið það ekki ég held að mánu sé geggja koncept, Tökum 31 miljón Ég tekki mánu líka Þá er það milljón á dag, ekkert kynlíf og þá er það bara ekkert með hvorki frúninni sjálfum ykkur Hvað myndi fara marga daga þarna? Ég held að, þú veist, ég meina Ég ætla bara að lefa þér að byrja að þessi Þú ert bara að kickstarta þessu Ég ætla að byrja þetta þér þetta Þú byrjar að velta stein Hvað varstu að hugsa? Nei, ég var að hugsa bara, þú veist, að þú myndir Það er svolítið sama eins og hitt Það er ekki að meiða sér, ekki að missa útlim og eitthvað Það er svona Það er þægilega, þú hefur alveg verið með hérna kort Getur verið heima á hér Fjölskyldumeðlumur að missa fótlegg og á móti ykkur svona Þetta er bara Þetta er alveg þægilegt tannis, skilur þú myndir bara að setjast niður með frúnni og segja, herru, hérna nú er staðan bara þannig að það er að koma tekjur inn miðjan á dag já, og lítið að gerast á meðan og hérna ég get ekki að lofa þér því að það er ekki svo kona mín myndi fara að há skæli við því sko hún væri bara, já, ok En þú mátt ekki gera neitt sjálfur, þú veist það Há skæli hún var bara, ok, flott maður Nei, ég segja ekki, en þú veist þetta skilur, ég meina Þú get ekki ár, 365 M það er góð árslaun Já En þú er vel pirraður, sko, þá við getum ju blökir mikið að gera með þér Nei, ég held þetta, þú veist, þú bara eftir einhvern ákveðin tíma Eru þér eitthvað pirraður? Nei, eftir einhvern ákveðin tíma Aggressífur og pirraður eins og geitinguður í september En eins og sé, sko, eftir einhvern ákveðin tíma þú ertu bara hættur að spá í þessum Það er bara Já, hvað ætlar að taka á bara nokkur ár? Nei, ég segi það nú ekki 2-3 ár? Nei, ég veit ekki Ég geti Já, ég geti ekki segja ár 365 miljónir Það er alveg laun Ég tæki það alltaf líka Þú voru þá að fara í gimmið og veist, nýta þessu orku Já, veist Og svo nökkufjallar það hætti að hrista sig í marga mánuði og fór bara í gimmið og hrista sig Það er ekki búin að beða þau að hætta Já, reyndars, getur þetta að klippa þetta út sko Það er búin að beða að hætta að ræða sko Já, en ég meina, er það ekki bara og bara Ég meina ár Já, ég meina, ég er með hund núna, ég þarf að fór út að labba með hundinn og Hvað? Það er hreyfing í því Frábært í hör Það er að taka ár og bara labba með hund Ég ætla að taka 50 daga 50 daga? Það er bara lítið Já, bara Það er svona 2 mánuði Góð milli fannst á að blöð, hann að síðan Hvað, ertu alveg stjórnlaus eða getur ekki tekið lengra? Þetta er 50 dagar og slatti Stjórnlaus Þú ert að fá milljón á dag Ég sagði ekki 2 klukkutíma Nei, þú ert að fá milljón á dag Já, ég veit Þá myndi margir kannski vera, heyrðu, takk fyrir þetta frábæra tækifæri Ég ætla kannski að taka bara ári þessu Nýta tækifæri Meira, jafnvel Þú ert bara, eftir svona pínu sem fór skömp og nærið ári og akkur ekki 2 Já, og svo 3 og svo 4 og svo getur við bara gengið í klaustur sagt bara, herru, hérna, já ég kem aftur eftir einhvern smá tíma Þá myndi ég nú freka vera heima í hondur og hjálpa til og hóngi ykkur í klaustin þá finnst ég í bilaður held Ég er sammála stendur þannig, ég tek alltaf ár Ég myndi alltaf taka 300 það Sæði það 300 miljónir Já, það er góð búndur Ára síðasta lappa allan daginn, þið fáið 5 miljónir á dag Þetta er basically bara svo sveppi og reynipindur Þetta minna, já, ekki labba í vinnun eitthvað þannig, bara labba allan daginn, labba non-stop bara Já, ok Allan daginn, þú lítur að þurfa að sofa Já, bara að sofa Þetta er bara eins og þegar 8-5 lapp Kvöldin líka inn í þessu, þú varst að einhvern veginn að kvíla lapp Þetta er alveg ógeðslega, hvað er 1 miljón á dag fyrir þetta? 5 miljónir á dag 5 á dag, ok, það er betur snæðis 5 á dag? Ég tæki þarna
easily ár. Hvað er þetta rugglegaður? Það er mínus 14 og langar allar ekki að Þá væri ég bara, það væri ömulegt. Það lappi ár. En ég myndi vera núna að lappa. Þú mátt ekki stoppa, þú mátt sofa og... Ég væri basically bara með... Aldrei geta lappað í ár. Herru til hann ekki með nýja lagi? Já, hann á að koma til okkar, villisingur þið. Nú, þú lætur okkur aldrei vita, hann á að koma til okkar? Já, hann á að koma til smá. Sko, það öllu sögur búin að stinga upp á þetta langerfið, sko. Lappa allan dag líka, þú veist þú voru að hafa líka eitthvað tilgang í lífinu og gera eitthvað, sko. Hann þetta ekki gera, þetta var að lappa allan dag. Jú, þú ert samt alveg að gera helling. Hvað er að gera það? Þú ert að lappa og hérna, þú ert bara í, þú veist, þú ert í gýr. Skilur? Gýr? Já, þú veist, þú ert vantilega að hlusta á eitthvað. Nei, þú veist, já, þú sér búið með öll podcast sem þetta að fylgjast með á 3 tímum og hvað þá eftir? Ríkald atriði, sko. Nei, það er náttúrulega til endalaust að skemmtun í Nú ert þú enga til að vera Egil, gæti Steindi Junior lappaði ár? Hann reyndi bara hann svo þrjósk, hann bakkaði mark þannig að Kálmar þá mástu. Svo er hann að fara í bakaslaup og maður að vinna það. Ég þarf ekki að lappa eitthvað ákveðið hratt. Nei. Þú ert náttúrulega bara, þú veist að fólk gerir þetta. Það er fullt af fólki sem bara vaknar og fer út að lappa ykkur, sko. Já. Það er bara alveg... Hvað er ykkur langar tíma að lappa til Akureyrar? Hvað er ykkur langar að spyrja að gera við það? Já, maður myndur ekki að byrja að gera eitthvað svoleiðis. Lappa til Akureyrar, frá Mosó, spyrja bara. Lappa til Akureyrar frá Mosó. Svo lappa tilbaka, svo ætla ég að fara til Egilstað og er alltaf með eitthvað mission. Þú myndir aldrei lappa bara í hring í miðbænum. Sko ég spyrja hérna, þú lappa 5 km/klst. Þú ert líklega aðeins hægara en það. Segjum bara 5 km/klst. Ég myndi ekki að vera að reyna að drífa mig neitt. Þá 8 daga, maður sé byrju. Já, svo var það var starffræðin ekki að stríða mér. Já, sko, það eru lappar í 8 tíma á dag. Hann getur lappað miklu snegra. Gerðugjöldin að tala um að lappaði 8 klukkutíma á dag. Það er bara þægileg vinnudagur. Hvað gerir þú sín eftir það? Bara séfur eða? Þú ert engan stund að lappa til Akureyrar. Nei, já, svo, ég held að þetta sé alveg bara ár, sko. Ok, Steindi ætlar að taka ár, hvað ætlar að taka marga daga, Egil? Fjölskylda myndi keira við hliðina með stundum eins og mig og færa mér ís eða eitthvað 5 daga 5 daga? Það eru vestu 5 dagar aðeins mér Og ár, hann að Egil þú ætlar að sækja hérna 25 miljónir sko, Hvað er Steindi að sækja sér? 365 sinum 5 Já, þú veist, hann er bara bjöggat hormóni í hana Já, hann er orðin miljónum Ég held ég sé meira úti en Egil, skilur við Meira úti? En sko það er rosalega munur að þú ætlar að taka 360 dögum fleiri heldur en Egil En já, þetta var 1 milljón á dag Við skuldum hér bæði spurningkeppni Gilsarans og svo er Kristmund Draxel okkar besti maður ætlar að kíkja enga heimsókn En hér er lagdrengir sem að nýkomið út fór beintina á top 50 Þetta er okkar bestu menn Þetta er Bad Boy Playa Þetta er Willi Karl og Balti Gull Tjekkum maður, þetta er alvöru FM 957 Þetta er fyrir að hlusta hér á FM 957 blöð á FM 957 Þetta var Bad Boy Playa hér en við erum komni með rándýran gest talandi lögin á vinstættalista Spotify þessi fór beint á toppinn Kristmund Draxel, verður velkomin Takk kærlega, gaman að sjá þig Ég vissi nefnilega ekki að vera að koma Nei, ég lappaði svona frammi og Ég gleymi stundum að láta drengina vita hvað erum að fara að gera En þú ert væntalega feskur, þú ert alltaf feskur því? Jú, ég er náttúrulega alltaf feskur Það er alveg sama hvað sko En það er svo sem ég er aðeins feskari samt núna, þessa dagana Það er bara meira svolítið að uppskýra Nóum að vera Nóum að vera, búið að vera mikil vinna og mikil eitthvað og það er bara uppskýra sko Og ég sko, þú líka ert alltaf að Ég meina, þessi örfá skipti sem að við ákveðum að hendi eitthvað Förum hérna upp í, kíkjum að Geira Þú ert alltaf Já, ég veit það Ég er alltaf og þú veist, ég er bara búin að vera núna sérstaklega síðustu 2 ár bara á fullu Já, ég fíla það og það er líka eins og þú segir, þú ert að uppskýra Já, og nú er bara að uppskýra og ég er að uppskýra og Plata á leiðinni Íslenski draumurinn, ég var með smá útgáfapartí í gær og þú veist, framtíðin er bara björt sko uppselt tónleika Já, uppselt tónleika Svo er ég að græna hattinum ef það er eitthvað á Akureyri, það er ekki uppselt þar Græna hattinum daginn eftir, 21. feb Já, við bara segjum öllum að tryggja sig með það er geðveikt venjú sko En það ekki Við höfum aldrei verið þar Ég hef aldrei verið þar sko En ég hef alltaf svona hort svona Það er stemningstað, við höfum oft mætt að það séð eitthvað aðra að spila Já, ég fórum að sá Úlfana þarna Bílu stemming Það er geðveikt sko En hvað var það mörg lög á plötunni sem er að koma út? Þetta eru 12 lög 12 lög Var þetta sem sagt hérna komin heim fyrsta lagið að þeirri plötu? Nei, sko, við Átni gáum út Missi Stjórn Lag sem að koma út svona miðbygg síðast ás Alveg Svo erum við með Blágræn sem ég og GTRN gerum og svo komin heim Það er svona einu lögin sem eru komin út Blágræn, það var í efstasæti á Bylgjunni lengi Jú, það var efstasæti í Bylgjunni í mánuð sko Þannig að við höfum verið að ná alveg góðu svona útvarpskeimi sko Og svo núna bara er ég
búin að vera með, já, bara vinsalasta íslenska lagið bara síðan að komin heim kom út, sko á Spotify þar So many hits So many hits So many hits Það er bara, já, bara geðveikt Hvernig var að fá Bubba með sér í lag? Herru, það var áhugavert Var vesen að ná á honum? Sko, nei Ég myndi ekki segja að vera vesen, sko En hann er auðvitað svolítið, hann er einstakur Þess að þið viti bara, þetta er svona sérstakur gæi, sko Þetta er alvöru legend Þetta er alvöru legend, maður finnur það, sko Já. Þú veist, maður er eitthvað komin í stúdíu og hann sagði við mig áður við hittumst Bara nú voru að fara að hittast daginn eftir og hann segir, herru, Kristmundur, ég ætla að byrja ekki samt eitthvað að vera að tippla á tánum í kringum mig, sko Fólk á það til eitthvað, segðu mér alveg þú veist, það er alveg óhrættu við að segja mig til og eitthvað svona Svo kem ég og ég náttúrulega bara segi, hvað á ég að segja við hennar gæja? Þú veist, hvað á ég að fokkin segja við hennar gæja? Bara tippla á tánum í kringum Það bara gerist Það var búin að segja mér ekki að gera Það bara gerist, ég bara sé hann og ég er bara eitthvað, þú veist, ég er bara búin að alast upp Ég kann öll, þú veist, þetta er svo stór karakter fyrir mér Þetta er svona smá eitthvað En virkilega, þú veist, hann mætti mig bara jafningja grundvelli og lét mig finna, þú veist, þetta var bara geðveikt samstarf En hvernig þegar, eins og mér finnst þetta áhugavert Við erum að ræða bæði í tónlistamennunum okkar og annað eins og sendið þú á hann, ég er með lag Er þetta að fá þig Já, ég eiginlega sendur hann sko hljóðskilabóð Ég þorði ekki að ringja, það er svo skrítið að ringja Aldrei ringdi hann, ég sendur hann hljóðskilabóð sko Og ég sagði bara, kom því fram bara að væri auðvitað bara draumur að gera lag með þér Og við eigum auðvitað svipað sögu og eitthvað svona Og tók hljóðskilabóð upp svona 30 sinni sko Þá ég var sáttur og þá sendi ég sko Þá kom eitthvað svona nekkur ræða sko Og hann bara bara númer og ringdi bara strax Og bara sjúklega til maður Og bara og það við náttúrulega, þú veist, og þetta lag sem við gerum Við eigum náttúrulega ekki eitthvað ósvipað sögu þannig Það er svona brotin heimili og mikið rugl og eitthvað svona Þannig að við náðum að gera bara þannig lag Þannig að við tengdum svolítið sama kynslóðir Þannig að gerir þið lagið saman Þú ert ekki tilbúið með lag og ert að reyna að fá hann til að koma Jú, það er enda þannig sko. Þetta er, ég sem lagið og geri allt En ég fæ hann á þetta sko, ég vissi að hann myndi henda svo vel á þetta lag sko. En við ætlum að vísu að gera lag bara frá grunni En svo var þetta bara einhvern veginn svo átó Bara þetta lag, þetta er bara fullkomið Textin, þetta er, það er oft svona, textin er eiginlega mikilvægur að lægja þarna Það er að viðkynast, þetta er hefi maður Já, þetta er svolítið þungt sko, við vorum meira þess að smárhættur að þetta er kannski bara ofþungt Þannig að fólk myndi bara hlusta einu sinni og svo bara ekkert meika hlusta aftur skilur En við náðum einhvern veginn að gera þetta líka Þannig að þú manst melodíina og þetta er bara pop líka skilur Þannig að ég held við höfum bara gert það mjög vel sko. Já, það er ég get staðfist það, þetta gæti ekki verið mikið betra Nei, lag ársins segir margir Já, og það er februar Februar, þetta byrjar allan að vel Það eru tónleikar 20. Hvað er svo meira framöndan? Það er bara tónleikar 20. februar Græni hatturinn svo 21. Já, Græni 21. Hveta Akureyringa til að fara á nælisi miðan á grænihatturinn.is Og svo er ég bara að gefa út plötu bara á næstu dögum sem heitir Íslenski draumurinn Það sem ég er bara að fara í svipulög eins og Blágræn og Komin heim Við erum að reyna að gera þetta gamla svona gæðhúsið einmitt þar sem að textin er svolítið fyrirferða mikill og bara hljóðfæri og bara einhver íslensk gumul eitthvað Textin er líka búin að vera að fá meira pláss bara fyrir mig núna Mér finnst það svo mikilvægt sko. Svolítið þetta er St. Pete komin en eins og St. Pete, skilju, hann einmitt bara keyrði á okkur að gegja rímur og mikinn texta og ég fíla það, sko mér finnst það gaman og þetta á náttúrulega mér finnst allavega að þetta eigi að vera svona svo líka bara pláss fyrir allt en ég allavega vill gera þetta einhvern veginn svona og hann að bara plata Íslenski draumurinn og hún kemur bara, ég er ekki með date sko reyndar Kemur hún í februar? Já, bara vonandi bara eftir 2 daga en svo kannski bara eftir 2 vikur, ég er ekki alveg viss sko. Nei, við fylgjast með því og látum vita Það til að fylgjast með Það kemur út, en bara Kristmundur innilega til hamingju með þetta allt saman og hér ætlum við að spila, ef þið er ekki búin að heyra þetta lag þá eins og við sögum, er þetta nú bara okkar upp á slag í dag það var heiður að fá það gangið vel bæði í Reykjavík og Akureyri og við munum láta fólk vita hér þegar platan kemur Komin heim Topp tónlistarstöðin Þetta er FM 957 Það eru Pepsi Max og Keiluhöllin sem færa ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og talandi Pepsi Max að þá var nú að tröllir í öllu hér upprunlega Pepsið í upprunnulegum búningum og ég held að það hann ekki farið fram hjá neinum Þetta er upprunnulega bræð, ég held að fólk sé til í að fá sér eina sigara Já, sko
að málu þetta inn á milli líka. En svo líka talandi Keiluhöllina, þá sko þegar við heldum að Jói gæti ekki verið rugglæri, þá var hann að fara að henda í núna á morgun, á valentínusdaginn. Eva Rúsa með speed dating, fyrsta sinn á Íslandi í Keiluhöllinni. Speed dating? Já, þetta fyrir aldur 20-30 ára, verður 2.999 krónur á mann, pör sem matcha fá vinning, takmarka plás, ekki missa kvölduna sem neistandi fljúa. Það blöss gjafabóki fyrir alla þáttangjöndur, það ástadrykkur við inngang og þið bóki þarna inn á núna noona.is /Keiluhöllin sportbar. Hvað langa tíma til þess að taka spjall og svo bara rotation, bara alveg bara? Þetta verður alltaf heldur útskiptur og kemur að það. Þetta fyrsta skipt á Íslandi. Mínútu, það þetta að ná okkur spjalli á mínútu sko. Þetta náttúrulega speed date, þú ert að basically að setjast niður með kannski að þau tonna fólki. Ég held að þetta verður allavega rosalegt að CJO, hann fara sko Keiluhöllin fann að búa til sambönd sko. Já, sko það ekki nóg, maður getur farið þetta í Keilu og farið þarna í karaoke og fengið sturlaða pítsur, bara allt í getur farið á date sko. Hann snillingur. Við vorum kannski að vinna með 1 mínútu manna dáðan þegar við vorum með auglýsingarnar. Þannig að þú getur sest niður, tekið auglýsinguna og svo hinn aðilinn sína auglýsingu og þá bara, heyrust Mér fannst auglýsingi mín á hann eitt og óþægilegasta sem ég hlustað á og ég ekki að grínast, við erum búin að vera þetta í helviti mörg ár. Þú fannst mér þetta vondmaður. Þetta var alveg Þetta var bara með betra sem ég heit sko. Talandi óþægilegt og þá held ég að ég komið tími á spurning kemni Gilsarans. Það með King of Valentine's Day sem á morgun. Já, þetta getur orðið ógeðslegt. Þessi áleg. Og líka bara pantiði borð því að það komast færri aðeim vilja á morgun, Keiluhöllinni, speed dating. Og þetta, maður séð erlendis, þannig að gaman að heyra svona hvernig gekk hjá fólki. Já, við bara spurjum CJO til það, hvort það var þreytt fyrir svona, maður nokkar félagar sem konur í 30 sem eru á lausu, að þessu ekki leyfilegar hann inn, sko, en það svona Ég held þú sért ekkert spurður nafnskirtinni nefn og sért náttúrulega bara Veitu hvar? Já, þetta 20-30 ára hann í speed dating, sko. Þetta allavega on 20. Þetta svona, veist það, ég meina heldur margir þarna sem eru til að vera þarna sem eru 40. Það er skrítið að mæta þarna 10-15 ára og mátt ekki vera þarna. Bara já, hvað er þú gamall? Ég er 47 ára. Þetta til að vera úti. Þetta ekki alveg málið sko. Þetta ekki alveg málið sko. Það eru allavega, það King of Valentine's Day. Steindi, það ekki verið leiðilegur en þú hefur hægtir í þessari keppni sko á gramminu spurði þjóðina bara hvernig og veistu, fólk heldur að þú vinnir þetta dag 61% segja Stólmenn vinni 39% Cass Blondell. Ég held að sé líka út af myndir svona póstar, ég með eitthvað bjór og mottu og eitthvað svona virkar svona valentínusar stemningsmaður. Blöð er líka flottur, hann báðið með kórun, Blöð heldur á blóm. Já, ég ætla að vinna með það Sko þannig að Blöð er búin að vinna þetta þrisvar. Þú einu sinn og eitt jafntefli. Já, það verður hérna 0-0 jafntefli. Awkward. Sko, ég vona að þú takir þetta núna Detective Stonefucker. Þú náttúrulega stjórna því. Nei, svo þetta er alls ekki. Bara keppni. Svo þú stjórnar ekki, getur betur hverju vinnar, sko. Nei, þú spyrir til dæmis bara svona Þú veist allt okkur. Hefur einhvern tímann eitthvað sagt við því, þá ég ekki sens. Já, ég meina það. Þetta er sköllóttur. Þá getur ekki gefið honum punkt þannig. Ég er ekki að því núna. Þetta er 50-50 okkur báða. Og ef þú vinnur þetta núna, Stóni, þá er 3-2 þegar næsta ári verður bara allir á hliðinni hvort að þú jafnir þetta. Steindi er á hliðinni þegar það er stutt í Valentínus, það er ekki loðið því. Ok, þetta er byrjað núna, þetta er mjög spennandi. Ætlar að skella þér í böð á Valentínusdaginn? Nei, ekki þennan Valentínus. Það er ykkur maður. Ég verði í böðunum. Ég sendi ykkur mynda að þeir í böðunum. Mér erum bara ekki spennti fyrir þessu þú. Nei, þið kannski farið ofta og fattu eitthvað þetta gaman. Ég er ekki Mér finnst þetta gaman. Ég er engin heitir á böðin, alls ekki. Þú ert aldrei í böðunum. En ég bara er ekki mikið í böðunum sko. Nei, ég hefði fengið punktana því ég er að fara í böð á morgun. Já, ég vil það. Pókerhristingurinn Kristján Óli Sigurðsson sendi reglulegin ástarkveðjur í Roll to Romantist og FM á sínum tíma. Hefur þú sendt inn ástarkveðju í útástátt? Þetta Það hef ég gert, já. Nei, punktur og blondi eða ástæðflott bestur í þessu leik. Ég er nefnilega gæti verið að fá punkt líka. Hæ? Þú var svona cool kid sem varst alltaf að snúa fólk niður og... Nei, hvað? Nei, ég meina ekki raka í hliðunum eitthvað gannislag og skoður gólum. Það var oft hérna, þegar þetta verið í gangi, þá var oft vinahópurinn að senda alls konar og... Flip? Já, flip bara. Ég er að tala bara genuine ást... Prófarinn var ekki að senda eitthvað grínkveðjur, sko. Hann var ástfangin. Já, nei, ég held ég hef nú ekki gert það.
En sko Ég get ekki gefið grænt á þegar ég var flikkvæður, sko. þá voru ástarbréfin alveg vinsæl sko. Já, ég skrifaði nú eitt sem ég það sendi vera ekki. út á þau, rakspýra Mástu hvað á sendiblöðuna? Kossafari Nei, þetta var nú bara eitthvað kveðja. Já Já. Á hverju gælu? Já. Ok, það er 1-0 fyrir blöð. Mér finnst þetta ekki það mér finnst þetta ekki tallarslegt, þetta var bara tíðarandinn. Já, 17 þarna ára. þetta skrítið í dag, skilur. En þú samt, þú veist, ég senda hann inn líka á, veist, viss að ég myndi heyra hana þegar við vorum á rúndunum. Væri þetta, einhver vettvangur fyrir svona þátt þetta á FM? Rólegtur rómantískt. Það væri, þú veist, einhver að taka við hvað, og bara þátturinn er bara snúast um Ég held að kveðju. það geta alveg komið aftur. Þú veist, Ég það held er að það, fólk af hverju myndi stilla inn eða senda, þú veist, ég myndi senda þig bara blöð, hérna, stiltu inn hérna fyrir mig 2038 út með nákvæma tíma á kveðjunni. Þetta er náttúrulega fyrir samfélagsmiðl og allt og það var ekkert jafn létt og veist, núna getur þú bara sendt bara í DM. Já, ég er að segja, en þú Ég held að það geta verið vinsælt. Rólt og Rómantískt kemur bara aftur í gang og Það var einu sensinn á sínum tíma. Ræsa bara út Ásgeir Kolbeinsson fá hann aftur í stúdíóið. Þú veist, fólk sem er að hlusta áðuruglega mjög erfitt með að trúa því, sérstaklega yngri kynslóðin og annars þurftur að hringja heima síman og spyrja hvort það væri heima stelpan sem var skotin í og þá þurftur að segja bara hei, skotin er og draga skífuna fram og tilbaka. Þú séðan íttur að villan taka þetta frá að verður nýtt sko. Já. Og þetta er eitt atriði sko. Þegar ég er komin yfir. Já. Ertu búin að bónaði bílinn fyrir valdi þessum daginn? Nei, ekki búin að því. Við höfum ekki ennþá ákveð fyrir hvað það stendur þessi frasi það. Jú, þú bjóst hann til. Já, en hvað þið ákveðu eitthvað hvað þetta á að vera? Nei, þú sagði Þetta er að raka sér pungin. Já, þú átt henn að frasa Steinþór. Bjóst hann til. Já. Spyr ekki Jónkar að Geirdal hvað frasin er snýst. Hann bjó hann til, hann veit alveg hvað snýst sko. Þú bjóst til að bóna á sig bílinn. Og átt það. Þetta er alltaf eitthvað sem að ég sko Þetta þykist ekki veitir hvað það er. Jú, heyrðu, ég var að segja þegar voru með litli jólin, þá var ég basically að segja að vera að gefa bón, sagði að geggja að geta farið og bónað bílinn og ég sagði Þú sagði bóna á sig bílinn. Já, það er svo þetta var en þetta þýðir það, hvað séu, ætlaði að gera það Ertu búin að bóna hann fyrir valdinsdaginn? Sko það er döða að fara Ég sagði bara strax já, það er þess að búnaði. Hann er búnaði. Hvað stóð að segja? Ég sagði bara nei, ég var ekkert búin að því. Nei, ég eftir að gera Það veitum við það Ok, þú veist skilur. Ertu bara að plana eitthvað geggjað fyrir frúna á morgun? Nei, við erum pínu að skýta þar sko. Já, það er náttúrulega við erum að fara í ammali, þannig að það er svo erfitt að vera eitthvað líka með romantískt. En þú vaknar í fyrramáli, þú náði gítarinn, það er alltaf labbaði inn í engu, felur penisir með gítarnum, syngur lag eins og Brian Ecclepen. Ég á 2 börn og hund. Kann ekki gítar. Hvernig á ég að vakna þá? Heldur að ég geti bara vaknað og byrja að spila gítar heima hjá mér á þess að bara fullta börnum komið fram og hundur og það verður allt í rugli. Svo getur líka staðfyrst að ef ég ætti gítar og kynna hann þá er ég samt ekki bara gítar. Ég kann 4 lög gítar. Manstu það bara að Ecclepen gerði það? 4 grip. Að setti það á social media. Hann söng Run. Það var geðvegt. Já, mjög flott. En við kunnum ekki á gítar. Muni eftir því performance. En akkur þarf þetta að vera allsbyrð með gítar? Akkur getur ekki bara farið, þú veist, bakari eða þú veist, ég held að þú þurfu ekki eins og að fara úr fötunum. Er þetta ekki bara eitthvað næs? Nei, sko, þetta var ekkert eðlilega vel gert. Þú veist, hérna fólk fattar ekki hvað Brynjar Már er góður að syngja sko. Fólk fattar ekki hvað Brynjar. Hvað ertu búin að finna þetta? Þetta heyra þetta. Byrju, hvernig gæstu fundið þetta lag bara? Fólk er ekki að hugsa hver er þetta? Hlustið það sem bara þetta er að heyra the performance. Þetta er fínasti söngari. Já. Fínasti? Og þetta er bara besta partirina. Þetta Hanna. Þú veist að hann er í fötum hann samt. Hanna. Bara mjög flott. Rosalegt. Af hverju ertu að spila Ég er að fan. Já, hvað er? Bara Herðu, viltu ekki klára spurningu? Þú hlusta Brian að bara Við erum allir fans. Hann er góður söngari. Já, staðan er þannig að byrjuðu þú, ok. Það er 1-0. Haft undir. Ok, já, ok, það er 1-0 fyrir blöðu þá. Já. Heldur að fyrsta sem gerist á morgun, þá lappar hann heima höður yfir daginn, að kona rífur þú á buksunum. Nei, það er bara aldrei gerst. Það fyrsta sem gerist er ekki með heim til mín. Ég get staðfest það. Það er ekkert að fara að gerast á morgun held ég. Það væri líka ef ég myndi koma heim og ég er ekki að grínast, ég væri bara hvað það gera. En þegar þú var að koma heim, er það ekki bara að koma heim af djamminu í nótt af því að það er laugadagur morgun?
Nei, það ekki fyrsta sem að gerist þegar þú kemur heim á morgun. Hvað ert að Og kemur gera? heim, hvenær fórstu út? Hvað ert að Ég ætla gera? að fara bara út með strákan eða eitthvað. Geðveik spurning hvað ert að gera? Ég myndi spyrja það, bara hvað það gera? Ég myndi ekki fatta hitt. Þá hérna er ekki bútur á löð þarna sko Þetta er á Steinþór Nei, Ólíklegt að inn í líka, ok. stúdíu. við náttúrulega bara Þú Það er veist, svona 60 hitt inni og headphone virki ekki, þetta er bara heyri plótir. já Ok, það er þá 1-0 ennþá fyrir þetta málið. Þið skorið mjög málið í gegnum tíðina. Þetta er alltaf verið 1-0, 1-0, 1-0, 0-0. Þetta eru kræfjandi Þetta er líka bara spurningar stórfurðulega spurningar. Við erum ekki að spila gítar naktir eða... Nei Sko, hefur við það hornið og pantaði mat heim, sett henni í pönnu og þóttist eldan bara til að vera svo lucky? Já, þú veist ég hef gert það. Þú veist að ég hef ekki gert þetta Nei, ég, sko, Þannig er bara að láta mig fá sögur. Ég hef ekki hugmyndu það, það er ekki að liða gert Ég þetta held þú allar að line upp 3-2 þá frekka fyrir alltaf ekki þjóðina frá hliðina á Hörðu, ég næsta spurði þú bónaðu bílinn, þú átt hann frasa og döði fara upp á punkt og hendur í neyð það. Hvað er að gefa þig meira? ári Ég rétti þér punktar, hann lappaði til þín. Já, ég hef sett mat á pönnu og þóst á veldan. Ok, Stenþór? Og það var nei. hraðlestin sem ég setti. Ok, það er samt góð, þannig að gæla hann bara, hörðu, er blöðsn, sérfræðingar elda inni hérna? Nei, hún spurði mig akkur döður, bara, er þetta þykjast af eldan að mat? Ég var ekki eins og með kveikt á pönnun. Ég hef nú átt byrja á því. Kveikja fokkin pönnu. Þannig að hún sagði ekki ég er blöð sérfræðingur ég er elda Indíu Það var ekki það sem hún sagði þetta Ég var búin að henda öllu, fattur þau? Það var no evidence. Þú varst heldur ekki með þinni Þú varstu með skurðabretti og skítur og hnífa og varstu bara með eitthvað kjúklingabit á pönnu Já, sem ég var ekki eins og með kveikt á. Ég var bara búin að taka, henda öllum pókunum, henda öllu. En marineiringin í einhverju skál eða eitthvað Ég var bara með hana í einhverju svona, veist, sömu skál og ég borðaði bara hérna, þetta var bara svona ræðasósa eða hvað sem þetta heiti. Og hún var bara í sömu skál og ég borðaði morgunmatinn minn. Já, og við veit allir hvernig líka hraðistin smakkast skilur. Þetta geðið með eitthvað svund í eldhúsinu segir, fáðu bara sæti, fáðu kampasett, ég er að sklára elda hérna. Þú er í eldhúsinu sveittur. Þetta er geðveikt lúk. Þetta backfire Koma sem Indien, gjör svo vel, ég var að smíða þetta hérna, ég vonandi þetta er gott. Ég held að fólk sé mikið að þessu Það getur bara verið, þú getur valið hvaða stað sem er, þú getur alveg tapa, svo getur verið bara með lamb í lakrís og humarhala og getur valið hvað sem er bara eins og sérfræðingur Það er allir fatt á það Lambi Ég reyndi þetta ekki aftur, þetta gekk ekki Þú getur verið með 10 rétta máltíð Já, vá, varst að henda bara í 1000 sushi-bita Já, Þá þarftu samt að vera með eitthvað svona fyrir frama eins og sem búin að vera á því Sko, Steinþór, þú þetta að fá, sko, ef þú svarar af 2 síðustu rétt já þá bara nærðið punkt Ég get ekki tapað Nei, heldur þú volti rassadóti og blöss á morgun? Nei Þetta er mjög vinsælt, by the way, þetta er sko rassa hérna, kategóriðan hjá blöss er búin að bombast upp eftir þið fóruð að pussa peggin Við fórum að pussa Við færtir í það líka að pussa Sko, rassakategóriðan er á góðri siglingu hjá gerði, sko Já, en ég er að segja þú veist, hvorur okkar er bara að fara að panta þú veist, rassadót þar í fyrramáli, sko Já, þú getur gett líf at the door og þetta ekki að hitt ykkur, þetta ekki að, og bara pinga síminn þetta bara liggur á jörðina fram á hurðina, sko Kannski einhvern menn setna, en ekki á morgun hitta neitt, skilur Já, ég get lofað í, hvað heldur að blöðan sé að fara að volta heim til sín eitthvað rassadót bara í fyrramáli Ég veit að það var alltíðsdagur Það var ekki að plannu Nei, Ég er örgum með segur Já, sko, þetta var eins skrítið kemni það væri gaman að fá þau á blaðstendi verður Valentínus að pegg Herðu, já Það er eiginlega bara komið að lokum Akkur gast ekki Hér hjá okkur Þú komst ekki í á dag blað Nei, hann er það óromantískur Þú getur ekki látið sjá þig heima það Þú sögðu við ekki já, báðir eitthvað fyrstu 2-3 mörgum, hvað var þetta? Nei, böð á valistæði, nei hjá þér FM hana, nei, bónaði bílinn, nei plan eitthvað verið frúna, nei matinn, nei Jó, herðu, plan eitthvað verið frúna, blöð, við ætlum nú að plana eitthvað eða ekki Já, spurningi maður, ertu búinn að plana? Við vorum ekki búin að það eftir að gera Já, þegar við erum að fara í afmæli Ég var þetta með þess, ég er með auka kategóriu ég er með 20 spurningar svo ég var með hefur bent á limin og öðru manni á valtíðsdaginn, ég kipti því út sko það er ekki punkt þar Þetta er bara fínt, það kom að lokum, við þökkum fyrir hlustunum í dag Já, þetta er flott maður, við þurfum að fara núna og kaupa blómvönd Já, við þurfum að kaupa kattu konunum, ekki gleyma þeim og já, þetta er náttúrulega líka konun þurfa að kaupa fyrir maka, hér er lagið undir, þetta lag verður ekki oft verið Hvað var það að gera gamla góða mixtape? Það er Beat It, já, hindi mixtape Já
En þetta nákvæmlega sem við ætlum að gera. Við ætlum að býra takk fyrir í dag og heyrumst á þriðjudaginn í blöðkastinu, annars bara á föstudaginn eftir viku. Þetta er FM 957